Við ætlum að byrja að stutta upp hljóðprufu vegna þeirra sem í fjarfundabúnaði. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, heyrir þú í okkur? Heyri ykkur. Og við heyrum þér sömuleiðis. Sanna Magdalena Mörtudóttir, heyrir þú í okkur? Heyri ykkur. Og við heyrum þér sömuleiðis. Elín Oddný Sigurðardóttir, heyrir þú í okkur? Maður heyra aftur, Elín Oddný? Ég heyri ykkur. Frábært, og við heyrum þér sömuleiðis. Þór Elís Pálsson, heyrir þú í okkur? Já, ég heyri ykkur. Og við heyrum þér sömuleiðis. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, heyrir þú í okkur? Heyri ykkur. Og við heyrum þér sömuleiðis. Takk fyrir. Settur sameiginlegur fundur borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna þriðjudaginn 12. maí 2020 í Ráðhúsi Reykjavíkur kl. 16:15. Þetta orðið nokkuð áralang hefð að halda hér sameiginlega fundi með borgarstjórn og Reykjavíkurráðs ungmenna fulltrúum þeirra. Við þurftum að fresta þessum fundi vegna ástandsins í samfélaginu en erum glöð að geta haldið hann hér nú þó með þeim takmörkunum sem hafa almennt gilt á fundum borgarstjórnar hingað til, þar að segja að við höfum aðeins þurft að dreifa meira úr okkur heldur við höfum, nýta pallan og hluti gesta hér með okkur í fjarfundabúnaði, þannig að þetta nákvæmlega svo sama reynsla og borgarfulltrúar hafa þurft að ganga í gegnum áðundaförnum. En það gott að sjá okkur og forseti býður alla fulltrúa í ungmennum sérstaklega velkomna á fundinn. En hefð samkvæmt á ætlar forseti að gefa borgarstjóra orðið. Fyrst, gjörðu svo vel, Davíð B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, Reykjavíkurráð ungmenna og borgarstjórn, gaman að sjá okkur og velkomin í borgarstjórnarsalinn. Það löngu hefð fyrir því að byrja þennan fund á að heilsa hverjum og einum í Reykjavíkurráð ungmenna með handabandi. Það sumt sem breytist á þessum tímum. Borgarstjórn undir forystu Pavel Bartošek, forseta og forsetisnefndar, hefur þó ólíkt Bandaríkjaþingi náð að bregðast við þessum aðstæðum með því að leyfa fjarfundi. Og þess vegna gátum við verið hér í dag og meðan Bandaríkjaþing ennþá í bölvu basli við þetta, fyrirgefið orðbragðið. En það nefnilega mikilvægt að muna eftir því, ekki síst á neyðarstigi eins og við höfum verið í almannavörnum undanfarnar vikur, að lýðræði verður að virka enga síður. Það verður að vera hægt að taka ákvarðanir á réttan hátt. Þannig ferlum sé fylgt. Þannig að þetta raun kennslustund fyrir okkur öll og virkilega gaman að geta staðið fyrir þessum fundi með Reykjavíkurráði ungmenna og borgarstjórn. En hér hefur verið fundað árlega síðan 2002 og þess vegna þetta í 19. sinn sem að þessir fundir eru haldnir. Það eins verið fyrsta sinn sem að fjarfundatæknin nýtt og það sannur heiður fyrir okkur í borgarstjórn að fá að fjalla tillögur og málefni sem að standa ykkur og ungmennum í borginni næst og þið viljið koma á framfæri við borgarstjórnina og alla Reykvíkinga þar með. Þessir fundir hafa reynst frábær leið til að vekja athygli á málum sem brenna á ungu fólki og koma umræðunni ekki bara inn í þennan sal vegna þess að það sem gerist í kjölfarið eins og þið sjálfsagt vitið að tillögunum vísað inn í þau ráð og nefndir sem að fjalla viðkomandi málaflokka og þar næst oft ennþá dýpri umræða og þar eru hlutirnir látnir gerast. Leið allt ferlið þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum sem að við erum auðvitað alltaf að þróa og móta í Reykjavík og Íslandi og eitt af því sem að hefur verið þróun sem við þurfum öll að horfast í augu við minnkandi kosningaþátttaka og sérstaklega ungu fólki og Reykjavíkurráð ungmenna var í raun hugsuð sem leið til þess að veita aðgang að umræðulýðræði og samtali í Reykjavík til þess að
kveikja og auka áhuga á sveitarstjórnarmálum og borgarmálum. Samskipti eru mikilvæg og lýðræði eru samskipti sem lúta leikreglum þar sem við kjósum, þar sem við afgreiðum mál en líka hlustum, og það að rödd ungs fólks rati inn í borgarstjórnarsali eða herbergi þar sem teknar eru ákvarðanir þótti bara býsna fjarlæga hugsun fyrir örfáum áratugum. En með tilkomu barnasáttmálans og heilmikillar umræðu alþjóðlega að þá verða sýnt sig að ákvarðanir sem lúta börnum verða betri ef að ungt fólk kemur að málum. Og það er okkar að tryggja það ekki bara á þessum fundi heldur í allri stefnumörkum borgarinnar almennt. Það er mjög gaman að sjá að það er 8 tillögur sem þið leggja fram á fundinum í dag ná að fanga mjög mörg mikilvæg og stór mál sem skipta miklu fyrir Reykjavík og samfélagið og raunar heiminn. Tillögurnar snúa að fjölbreytilegum þáttum eins og fjármálalæsi, réttindum og skyldum á vinnumarkaði, jafnrétti, málefnum flóttafólks, lýðheilsu, frístundum ungs fólks, loftslagsmálum og þann vanda sem ofbeldi í nærumhverfinu veldur. Þetta eru málaflokkar sem eru iðulega til umfjöllunar á vettvangi borgarstjórnar líka og mikilvægi málaflokkar. En hefðinni samkvæmt þá ætla ég að rekja í stuttu máli afdrif tillagnanna frá síðasta ári þegar 8 tillögur voru bornar upp og afgreiddar. Tillaga Tinnu Kjartansdóttur, fulltrúa í Ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða, þar sem óskað var eftir því að borgarstjórn fæli umhverfis- og skipulagssviði að setja upp flokkunartillögur á almenningssvæðum í Reykjavík og fjölga þeim á helstu svæðum borgarinnar til að stuðla betri flokkun á rusli og meðvitund. Hún var samþykkt og fór til meðferðar í umhverfis- og skipulagsráði þar sem hún var einnig samþykkt og er til vinnslu á skrifstofu reksturs og umhirðu. Ingvar Steinn Ingólfsson, fulltrúi í Ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða, lagði fram tillögu að mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa gerði áætlun að samráð við börn og ungmenni öll málefni sem þau verði tryggð með vísun í barnasáttmálann. Og á fundi mannréttinda- og lýðræðisráðs var lögð fram á samþykkt breytingatillaga þar sem mannréttindaskrifstofa falið að vinna tillögu að umgjörð að auknu samráði Reykjavíkurborgar við börn og ungmenni mál sem þau varða. Þriðja tillagan var tillaga Emblu Nætur Pétursdóttur, fulltrúi í Ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða að borgarstjórn samþykkja fela skóla- og frístundasviði að auka viðveru hjúkrunarfræðinga í grunnskólum borgarinnar, þar sem aðeins 4 skólar af 39 uppfylltu kröfum hjúkrunarfræðinga í fullri stöðu. Á daginn koma það ríki sem borgar viðveru hjúkrunarfræðinga en velferðarráð lagði fram breytingatillögu sem var samþykkt og var velferðarsviði falið að funda með forsvarsmönnum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við skóla- og frístundasvið til að leggja áherslu á mikilvægi skólahjúkrunarfræðinga. Fjórða tillagan var tillaga frístundastarf fyrir ungmenni 16 ára og eldri sem Freyja Dögg Skjaldberg, fulltrúi í Ungmennaráði Laugardals og Háaleitis og Bústaða, lagði til að borgarstjórn samþykkti að tryggja fjármagn til skóla- og frístundasviðs og hver félagsmiðstöð geti veitt ungmennum á aldrinum 16 til 18 ára frítímaþjónustu á skóla árinu 2019 til 2020. Hitt húsið hefur sinnt þessum málaflokki og það var mat skóla- og frístundasviðs að framhaldsskólarnir væru að sinna langstærsta hópnum í þessum aldurshópi en að hitt húsið myndi taka við þar sem því sleppti. Afsakið. Gabriel Smári Hermannsson, fulltrúi í Ungmennaráði Kjalarness, lagði til að borgarstjórn samþykkti að veita grenndarstöðum aukna athygli, gera úttekt á umhverfi og staðsetningu og skipuleggja svæði þeirra betur og auka tíðni. Þessi tillaga fór til meðferðar á umhverfis- og skipulagsráði þar sem jafnframt var lögð fram umsögn skrifstofu umhverfisgæða og var hún samþykkt á fundi ráðsins og það er unnið að endurgerð grenndarstöðva og
má geta þess að minnisblað þá endurgerð var lögð fram í umhverfis- og heilbrigðisráði 22. apríl síðastliðinn. 7. tillagan var tillaga Ásdísar Lóu Benediktsdóttur og Bryndísar Ýrar Sigurðardóttur, fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs, sem lögðu fram tillögu þar sem óskað var eftir að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundaráði í samstarfi við mannréttinda- og lýðræðisráð að auka nemendalýðræði í grunnskólum Reykjavíkur með því að gefa nemendum möguleika á því að ráðstafa hluta af fjármagni skólans. Það var lögð fram breytingartillaga í skóla- og frístundaráði sem var samþykkt þar sem hvatt var til þess að fulltrúar nemenda í skólaráðum fái tækifæri til að tjá álit sitt og taka þátt í umfjöllun ráðstöfun fjármagns skólans, öryggi, húsnæði, aðbúnað og almenna velferð nemenda í skólastarfinu. Og það verið uppfæra handbók skólaráð með hliðsjón af þessu. 7. tillagan var tillaga Elínborgar Unu Einarsdóttur, fulltrúi í ungmennaráði Breiðholts, þar sem óskað var eftir að borgarstjórn samþykkti að fela skóla- og frístundaráði að innleiða táknmálskennslu í alla grunnskóla borgarinnar eigi síðar en á voran 2020. Þetta var fjallað í skóla- og frístundaráði þar sem að dreifa fram að það væri ekki nægilega margir kennarar, táknmálskennarar, þannig að þessi tillaga geti náð til allra nemenda og þess vegna þurfa að finna aðrar leiðir til að mæta þeim markmiðum. Og 8. tillagan var að lokum það frá Kristínu Láru Torfadóttur, fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta, þar sem óskað var eftir því að borgarstjórn samþykkti að setja flokkunartunnur á alla vinnustaði Reykjavíkurborgar fyrir árslok og taka upp skyldu að flokka sorp. Jafnframt var lagt til að fela umhverfis- og skipulagssvið að standa fyrir aukinni fræðslu umhverfismál fyrir árslok 2020. Tillagan var samþykkt og fór til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs sem var lögð fram ásamt umsögn skrifstofu umhverfisgæða og samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs og hefur verið felld inn í sambærileg verkefni sem borgin hefur unnið að innleiðingu grænna skrefa þar sem sérstaklega og það reyndar sérstaklega verið að styrkja það verkefni til að innleiða aukna flokkun og nú eru allir vinnustaðir skyldaðir til þess að vera með. Ég held að þessi stutta yfirferði við þessar tillögur sýni öðrum fremur að þeim fylgt eftir, þær fara inn í viðkomandi farveg og leiða til breytinga til eins betra í borginni og umhverfi borgarinnar. Það alltaf mikil eftirvænting hjá okkur í borgarstjórn að hlýða á tillögur ykkar og í dag það engin undantekning, þannig að ég hlakka til að fylgjast með umræðunni hér á eftir. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og verður þá gengið til útsendrar dagskrár og tekna fyrir tillögurnar í þeirri röð sem þar birtast. Fyrst verður tekin þá fyrir tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs kennslu í fjármálaleysi í grunnskólum Reykjavíkur. Til máls tekur Embla María Möller Atladóttir, fulltrúi ungmennaráðs Grafarvogs. Ágæti borgarstjóri, virðulegu forseti borgarstjórnar, meðlimir Reykjavíkurráðs, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Eins og kom fram mér áðan þá heiti ég Embla María Möller Atladóttir og ég tala hér fyrir hönd ungmennaráðs Grafarvogs. Tillagan okkar á þessum borgarstjórnarfundi snýst í grundvallaratriðum að skóla- og frístundaráð beiti sér til innleiðingar fjármálalæsiskennslu á unglingastigi í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Eins og málin standa í dag fá unglingar ekki formulega fjármálalæsiskennslu fyrir í menntaskóla og þar fyrir nemendurnir sjálfir að velja að fá slíka kennslu þar sem greinin ekki skyldufag. Við ferum ekki eignast unglingar oft í fyrsta skipti dágóða fjárupphæð. Í kjölfar þess kviknar áhuga því að byrja að vinna. Og í 10. bekk orðið nokkuð algengt að unglingar séu byrjaðir að vinna. Flest ef ekki öll störf eiga það sameiginlegt að í lok mánaðar fær maður útborgað og fær sendan launaseðil. Ég þori þó að fullyrða að meiri hluti vinnandi unglingar lesa ekki launaseðil sinn og ef þeir myndu reyna það þá myndu þeir ábyggilega skilja bein í bala.
Þessi takmarkaði skilningur og aðgerðaleysi stjórnvalda til þess að auka skilning ungmenna verður enn einkennilegri skoðum maður Menntasjóð borgarinnar til ársins 2030. En þar stendur meðal annars, með leyfi forseta, að leiðarljós menntastefnunnar sé að búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í anda skilnings, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar í frjálsu samfélagi. Hér er bent á 2 atriði, að lifa ábyrgu lífi og að ala á skilningi. Við í Ungmennaráði Grafarvogs veltum því fyrir okkur hvort að fjárhagsleg ábyrgð og fjárhagslegur skilningur falli ekki undir þessa skilgreiningu menntastefnunnar. Enn fremur teljum við hugmyndin okkar smell passi inn í menntastefnuna. Annað sem að finna í menntastefnunni er kaflinn sem heitir læsi, en þar stendur orðrétt, með leyfi forseta, að með læsi sé átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á gagnrýninn hátt með ritað mál, orð, tölur, myndir og tákn. Þetta er alveg góð samantekt og alveg góð stefna, en okkur þykir augljóst að það einfaldlega vantar hugtakið fjármál inn í þennan læsiskafla. Þriðja og síðasta atriði sem ég ætla að vitna í úr menntastefnunni, með leyfi forseta, er í samantella hluta hennar sem heitir meginmarkmið. Það er meðal annars talað að börn skuli öðlast skilning á samfélaginu. Ég er alls ekki að halda því fram að unglingar sem útskrifast úr grunnskóla gangi þann út með engan skilning á samfélaginu. En skortur á fjármálalæsi skilar sér augljóslega í skertum skilning á samfélaginu. Að sama leyti skilar fjármálalæsiskennsla sér í bættum skilning á samfélaginu. Það er alveg hægt að framkvæma þetta á marga vegu, en okkar hugmynd er sem sagt sú að fjármálalæsi yrði kennt sem skyldufag en ekki sem valfag. Við teljum að best væri að kennsla myndi hefjast á fermingarári, þar að segja 8. bekk, og að kennsla myndi byrja á vorin. Við myndum vilja sjá þetta keyrt í gang skólaári 2001–2002. En burtséð frá því hvernig þetta verði nákvæmlega framkvæmt, þá teljum við mikilvægasta punktin vera að unglingar fái formlega fræðslu í grunnskóla fjármál. Að allir unglingar fái tækifæri til þess að fræðast fjármál og skyldur sínar og réttindi á vinnumarkaði. Eins og ég talaði áðan, þá eignumst við fyrst pening, við byrjum að vinna og við mætum þeim áskorum sem því fylgja í fyrsta skiptið á unglingsárunum. Grunnskólinn á að undirbúa okkur fyrir framtíðina og ég leyfi mér að fullyrða að fjármál verða risastór hluti af okkar framtíð. Og að skilja þau er hreinlega bara nauðsynlegt ef við ætlum að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Að lokum vil ég því spyrja ykkur, af hverju textíll, tónmennt, stærðfræði og smíði en ekki fjármálalæsi? Takk fyrir. Fulltrúi Embla María Möller Atladóttir hefur þá lokið máli sínu og næst hefur óskast eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ágætu fulltrúar ungmennaráða og aðrir gestir. Ég vil fagna þessari tillögu frá Ungmennaráði Grafarvogs. Ég hef sjálf talað fyrir auknu fjármálalæsi í grunnskólum og tel það að vera mjög mikilvægt skref. Við höfum séð það eins að hlutfall þeirra sem eru 18 til 29 ára gamlir og leita til umboðsmanns skuldara í greiðsluvanda, hlutfall þeirra hefur stóraukist á síðustu árum. Svo það er augljóslega þörf á því að kenna og stuðla að auknu fjármálalæsi. Það eru auðvitað ýmsar útfærslur mögulegar á því hvernig við ætlum að innleiða fjármálalæsi í skólana. Við gætum til dæmis bara að setja inn í stærðfræðikennsluna þannig að það veri svona aukin notkun á fjármálahugtökum og raunhæfum dæmum í stærðfræðikennslunni, en ég held hins vegar að það sé rétt að bara eftirláta fagfólki nánari útfærslu á þessu. Svo er það, árið 2021 þá mun Ísland í fyrsta sinn taka þátt í fjármálalæsis hluta PISA-könnunarinnar og það er auðvitað agalegt að við séum ekki að undirbúa nemendurna betur undir þann hluta. Þannig að það styður enn frekar við þessa góðu tillögu. En gott fjármálalæsi stuðlar auðvitað að fjárhagslegri velferð ungmenna og samfélagsins alls og ég styð þessa tillögu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Diljá Árnadóttir Zoga, borgarfulltrúi. Kæra Reykjavíkurráð ungmenna og borgarfulltrúar, forseti og aðrir tilheyrendur. Mig langar til að þakka Emblu Maríu Möller Atladóttur alveg kærlega fyrir góða tillögu. Ég hef mikinn áhuga á því að auka hvers konar læsi í skólakerfinu. Það þarf
því að átta sig á því hversu margbreytilegt læsi getur verið og hvernig hægt sé að lesa sér til gagns. Til að mynda lögðum við fram tillögu í skóla- og frístundaráði fyrir 2 vikum að hraða innleiðingu á upplýsingatækni, tæknilæsi og stafrænu læsi í öllu skóla- og frístundastarfi í borginni. Enda alveg hreint mögnuð og jákvæð reynsla af slíkum vinnubrögðum í COVID-ástandinu. En fjármálalæsi sannarlega eitt læsi af mörgum sem ég tel mikilvægt að efla hjá þjóðinni allri og hvað þá að byrja bara hjá ungmennum. Þetta getur verið frá því að kunna lesa launaseðli sinn eða lántöku hvers konar og einnig skilja þjóðarhagfræðina bara í stóru myndinni. Ég sjálf í árgangi sem lengi vel bar titilinn skuldugasti árgangur Íslands. Ég fædd 1979. Ég man ljóslifandi eftir því að vera 18 ára og vanda nýjan kjól fyrir árshátíðinni í Kvennó og þá var ég kynnt fyrir töfrafyrirbærinu yfirdráttarheimild eða eins og það var útskýrt fyrir mér, óupplýstri, bara peningaláns frá bankanum sem ég mætti ráða hvenær ég myndi borga tilbaka. Hlutir eins og vextir fylgdu ekki með, hvað þá útskýringar á því. Þegar ég lauk stúdentsprófi 2 árum síðar var yfirdráttarheimildin orðin 1 milljón og ég borgaði 10.000 á mánuði í vexti mánaðarlega. Það fannst mér bara ömurlegt að sjálfsögðu, enda svokallaðir blóðpeningar í mínum augum. Það hefði mátt koma í veg fyrir þetta að sjálfsögðu með þessa óþörfu skuldasöfnun mína og það gæti hafa verið með fræðslu í fjármálalæsi. Í byrjun nóvember síðastliðinn hlustaði ég á ungmenni í skólaráðum landsins ræða stöðuna í skólakerfinu á áhugaverðu skólaþingi sveitarfélaginu sem bar heitið Eru við á réttu róli og það var samhljómur í skilaboðum þeirra. Þau kölluðu eftir fleiri námsgreinum, nýjum námsgreinum, breyttum námsgreinum sem undirbúa því betur undir heiminn eins og hann núna og verður í framtíðinni. Það hefur margsinnis verið haldið fram að 80% starfa sem verða unnin eftir 20 ár séu ekki til í dag. Og ég geri nú samt ráð fyrir því að fjármál muni koma að þessum störfum með einum eða öðrum hætti. Aðalnámskrá skólakerfisins í dag að vinna samkvæmt þessari spá. Skólakerfi þarf að breytast við þessum breytingum nútímans og undirbúa nemendur undir framtíðina. Við sem tökum stefnumótandi ákvarðanir í málefnum skólamála viljum að sjálfsögðu hlusta á þarfir og meta eftirspurnina frá þeim sem eru notendur skólakerfisins, sem eru þið. Og þið sem sitið hér í dag eru talsmenn þessa hóps. Mér langar að hrósa sérstaklega punktinum í greinagerðinni að fjármálalæsi gæti verið útfært með mismunandi hætti inn í námskrá eða stundaskrá skólana. Og það mætti bara eiga með margt annað. Við þurfum alveg að vera óhrædd við að stokka eins upp. Við getum bara öll grætt á því. Pun intended. En já, ég þakka bara aftur kærlega fyrir góða tillögu. Ég bara mjög samþykkjandi og hún Hildur, kollegi minn, hún var búin að vísa þessu inn í skóla- og frístundarám til frekari rýni og vinnslu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Diljá Ánadóttir Zoga hefur þá lokið máli sínu og þá það framkomin tillaga að vísa máli undir skóla- og frístundaráðs. Já, umræður lokið og verður þá gengið til atkvæða þá tillögu. Jú, það var áður. Þá ætla ég að biðja alla borgarfulltrúa sem fjarfundabúnaði að kveikja á sinni myndavél sem þau hafa þegar gert. Bestu þakkir fyrir það og þá lagt til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs. Þau ykkar sem því eru samþykk vinsamlegast gefið merki. Þið líka. Já, það hafa allir atkvæðisrétt hér. Hvað samþykkt? Það þá samþykkt. Bestu þakkir. Næst eru tekið fyrir tillaga fulltrúa í ungmenna í Laugardals, Hálendis og bústað fríar tíðavörur í alla grunnskóla og félagsmiðstöðvar. Til máls tekur Saga María Sæþórsdóttir, fulltrú ungmennaráðs Laugardals, Hálendis og bústað. Borgarstjóri, virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir sem heima sitja.
Við ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða viljum koma með þá tillögu að sett verði dömubindi og túrtapar á öll klósett í grunnskólum og félagsmiðstöðvum í Reykjavík ekki seinna en haustið 2020. Kynþroskaskeiðið getur verið viðkvæmt tímabil í lífi einstaklings og því væri mjög gott og stresslosandi fyrir einstaklinga sem fara á túr að vita af tíðavörum inn á klósettum í skólum og félagsmiðstöðvum. En samkvæmt grófum útreikningum þá er 1 dömubindi á 39 krónur og 1 túrtapi á 25 krónur. 100 dömubindi og 100 túrtapar kosta þá 6.400 krónur á mánuði samtals. Þetta var reiknað í apríl á seinasta ári og þá var ekki einu sinni búið að afnema bleikaskattinn en það var gert í júní sama ár. Ég bara sjálf fyrir þessu í mínum skóla með Femínistafélaginu og 135 undirskriftir söfnuðust frá krökkum í skólanum, öll kyn á öllum aldri á innan við 4 klukkutímum. Ef mér minnir rétt þá voru 60 undirskriftir frá einstaklingum í 7. bekk en það er algengasti aldurinn á kynþroskaskeiðinu til þess að byrja á túr. Ég skynja að þessir einstaklingar væru mögulega stressaði fyrir því að byrja í fyrsta sinn á túr í skólanum óundirbúnir og engar tíðaverur væru til staðar. Á 5. tímanum eftir að listinn var settur upp labbaði ég inn til skólastjórans með þessar 135 undirskriftir í pokahorninu og tók hann bara vel í það. Hann var smá stressaður með að einstaklingar og þá sérstaklega strákar myndu taka dömubindin og límaði á speglana og dyrnar en ég svaraði hann ef svo væri þá myndi það bara vera tímabundi ástand og ekkert til þess að óttast. Á endanum myndi þetta skila miklu gagni. Það eina slæma er að verkefni hefur smá gleymst með tímanum og ekki lengur fáanlega tíðavörur á klósettunum þar sem að ég var svo einar sem var að reka eftir þessu, ekki Reykjavíkurborg eins og við í ungmennaráðinu leggjum til. Sem dæmi ættum við að taka nágranna okkur í Skotlandi til fyrirmyndar þar sem ekki bara eru gefins tíðavörur í skólum heldur allstæðir í samfélaginu. Það einstaklingar eru sjálfur að stinga upp á því að hafa fríar tíðavörur í skólunum sínum er óásættanlegt. Þá má setja því samhengi við að einstaklingar berjast fyrir því að klósettpappír sé aðgengilegur öllum í skólanum. Engin einstaklingur ræður hvort hann fari á túr og hvenær. Við hugsum okkur framkvæmdina þannig að peningur væri útdeildur á skólan eftir höfuðtölu og þá fjármagn þyrfti að fara í það að kaupa tíðavörur. Ef svo kæmi upp að einstaklingur myndi byrja á túr í skólanum og væri ekki með tíðavörur þá væri þær aðgengilegar inn á næsta skólaklósetti. Af persónulegri reynslu er erfitt að fara til hjúkrunarfræðings og eða spyrja næsta einstakling tíðavörur þar sem umræðefnið er enn tabú eins leiðilegt og það er að segja það. Það er fáránlegt að árið 2020 sé ekki fáránlegt í skólum þar sem maður myndi halda að tabú umræðan væri búin. Ég stend ekki bara hér í dag fyrir mig og ungmennaráðið mitt en líka fyrir allar kynsystur mínar sem munu gangi gegnum túr og ég vil veita þeim það öryggi að þær viti af tíðavörunum inn á næsta skóla eða félagsmiðstöðvarklósetti. Takk fyrir mig. Fulltrúi Saga Sæþórsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Birtist borgarfulltrúin Elín Sigurðardóttir úr reykfylltum bakherbergjum. Það er gott að vera svona á hálffjárfundi. Ég vil byrja að þakka fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða fyrir mjög góða tillögu og eins og fram kemur í tillögunni eru aðgengi að tíðavörum mikilvægt mál fyrir þá sem að fara á túr og því miður er það þannig í dag að aðgangur fólks að tíðavörum er víða mjög báburinn, til dæmis í ýmsum þróunarlöndum, þar sem það getur hreinlega ógnað heilsu og lífi kvenna, en það er svona alltaf gaman líka að setja tillögur í stærra samhengi. Með því að lækka virðisaukaskatt á tíðavörum finnst mér samfélagi hafa einhvern veginn viðurkennt það að einhverju leyti að nauðsynjavörur sé að ræða frekar en einhvern lúxus og við ættum kannski frekar að horfa á dömubindi og túrtappa í sama flokki og klósettpappír og handþurrkur og slíka hluti sem er víða aðgengi að og okkur myndi finnast mjög skrítið að þurfa að vera með klósettpappír að heiman í vasanum á meðan við ferðumst þó ég hef að vísu komið til landa þar sem það tíðkast af því að menningin er ólík á hverjum stað. Í Seljaskóla og Miðbergi og Foldaskóla og Fjörgin sem eru þá grunnskólar og félagsmiðstöðvar stóðu við tilraunaverkefni í kynfræðslu sem hefur staðið síðastliðin 2 ár þar sem bind og túrtappar hafa verið aðgengilegir nemendum í verkefninu. Nemendur hafa fengið fræðslu tíðavörur og hvernig er hægt að nota þær vörur á öruggan hátt og síðan hafa verið aðgengilegar á salerunum bæði í skólanum og félagsmiðstöðinni.
þeim var líka bent á hvert við getum leitað ef við verðum farið að skorta bindi eða tappa. Þetta fyrirkomulag vakið mikla ánægju hjá þeim nemendum sem að fara á blæðingar, stúlkur og náttúrulega í einhverjum tilvikum líka drengir, hafa auðveldara aðgang að þessum vörum. Ef tillagan verður samþykkt eftir meðferð í skóla- og frístundaráði nauðsynlegt að vörurnar verði í boði á salernum nemenda frá miðstigi og upp í 10. bekk, þar sem það ekki óalgengt að fyrstu blæðingur eigi sér stað þegar nemendur eru á miðstigi og jafnvel þyrfti í einhverjum tilvikum að fara ennþá neðar í aldur, en það eitthvað sem þyrfti þá að útfæra á hverjum staðin. Við ættum svona að ná til flestra nemenda með að bjóða slíka vörur á mið- og úlingastigi. Eins og var talað áðan þá þetta líka tabú, en fyrstu ár sem að fólk fer á blæðingar þá geta það verið mjög óreglulegar og því erfitt að gera ráð fyrir hvenær maður að byrja og hver hefur ekki lent í því að byrja fyrirvaralaust á jafnvel bara á fundi borgarstjórnar og þurfa að biðja kollega sína einhverja slíkar vörur, þannig að þetta eitthvað sem að allavega helmingur mannkyns þekkir ágætlega. Þegar unga nemendur er verið að ræða, sérstaklega kannski þegar nemendur upplifa að engin annar sé byrjaður og annað slíkt, að þá mjög mikið feimnismál að fara að spyrja eftir þessu á skrifstofunni eða tala við skólahjúkrunarfræðinginn og það hefur verið bent á að þeir eru kannski ekki alltaf í húsi, þannig að það þarf einhvern veginn að hafa kerfi sem aðgengilegra. Ljóst í svona ljósi umræðunar að það ætti að standa innleiðingunni með ýmsum hætti. Það til dæmis hægt að kaupin vörur á haustun og meta árangur á þörf fyrir vorun, þannig að það ætti að kaupa það sem þurfi og svo eins og var bent á áðan þá þarf að höfða kannski til ábyrgðar hlutverks og taka það bara með sama hætti ef þú ert að eyðileggja einhverjar vörur inn á baðherbyggjum eins og þú ferð að henda klósettpapír út allt eða tæma handþurrkustandana. Þetta eru bara svona almennar umgengnisreglur sem ég held að flestum nemendum séu bara fullfærir að sinna slíkum reglum eins og bara reynslan sýnir. Samhliða svona innleiðingu mætti líka fræða nemendur tíðavörur og örugga notkun þeirra því að það eru til dæmis alveg hliðarverkanir því að nota til dæmis túrtappa ekki á réttan hátt og það geta fylgt því sýkingar og blóðeitrun í verstu tilfellum og mjög mikilvægt að nemendur fái fræðslu örugga notkun og svoleiðis varningi sem svona nauðsynlegur. Og mjög mikilvægt að þessi fræðsla sé veitt öllum nemendum. Það virðist vera eitthvað misskilningur það að einungis þeir sem fari á blæðingar þurfa að vita hvað blæðingar. Ég held að það sé bara gott fyrir allt samfélagið að vita hvað blæðingar, því að helmingur mannkynsins að upplifa það og fara í gangi gegnum það og bara gott að allir skilji það ferli. Og líka að með því að fara yfir líkamlegan þroska allra kynja þá getum við unnið gegn þessari skömm og þessari svona höss-stemmingu sem í kringum það að fara á túr og ég veit ekki hvort að þið þekki til dæmis svona róttæka feministka hreyfingu eins og freebleeders sem eru konur sem að nota ekki tíðavörur og eru bara með blóðbletti í fötunum sínum til að sýna fram á að þetta ekki til að skamma sín fyrir. Já, þannig að það mikilvægt að eiga þetta samtal opið skátt. En ég fagna þessari tillögu mjög og legg til henni verið vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari vinnslu. Takk. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur ósk eftir að taka til máls Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru ungmenni og aðrir gestir. Mér langar að fagna þessari tillögu og mér fannst fulltrúi ungmennaráðs færa mjög góð rök fyrir máli sínu varðandi þessari tillögu. Það hefði sparað mér mjög mikið stress að hafa fría tíðavörur á klósettum þegar ég var í gaggó og ég sé í rauninni ekki tíð til fyrirstöðu að líta á þetta sömu augum og klósettpappír og sápu og aðra nauðsynjavöru sem annars þykir eðlilegt að finnast á salernum í bæði skólum og í frístundaheimilum. Ég tek því heils hugar undir þessa tillögu að vísa til nánari skoðunar í skóla- og frístundaráði og ég segi bara gangi ykkur vel. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og ekki eru fleira mældarskrá undir þessu máli og forseti hyggst að afgreiða tillöguna. Það hefur komið fram málsmeðferðar tillaga að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs. Sabína.
og þá er hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna. Þau ykkar sem eru sammála þeirri málsmeðferð að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt einróma. Næst verður þá tekin fyrir til að fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Hálendis og Bústaða aukna fræðslu fólk á flótta. Til máls tekur Nadia Lóa Atladóttir, fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Hálendis og Bústaða. Borgarstjóri, virðulegi forseti, Reykjavíkurráðs meðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundagestir. Við í ungmennaráði Laugardals, Hálendis og Bústaða leggjum til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að bjóða nemendum í grunnskóla Reykjavíkur aukna fræðslu fólk á flótta og stöðu þeirra í íslensku samfélagi. Við óskum eftir því að slík fræðsla sé framkvæmd í grunnskólum eigi síðar en haustið 2021. Fræðsla sem þessi ætti að vera aðgengileg á öllum stigum grunnskólans, kennarahópum og í raun allra í samfélaginu. Eins og staðan í dag lítil sem engin þekking á málefnum og aðstæðum fólks á flótta hjá ungmennum og samfélaginu í heild. Það er mikilvægt að vita hvernig tekið á móti fólk á flótta og hvernig það ferli gengur fyrir sig. Það er gagnlegt fyrir ungmenni að þekki mismunandi menningarheima. Sé aukin þekking á mismunandi menningarheimum til staðar hjá ungmennum í íslenskum grunnskólum líkur að þau séu betur stakki búin til þess að taka á móti börnum sem hafa verið á flótta og muni hefja nám við íslenska grunnskóla. Ungmennaráð Laugardals, Hálendis og Bústaða leggur til að aukin fræðsla fólk á flótta verði sett í námskrá grunnskóla sem þá sporna gegn fordæmum og óréttlæti ásamt því að leyfa nemendum að heyra reynslusögu frá fólki á flótta. Með leyfi forseta þá ætla ég að vísa í barnasáttmálann. Samkvæmt 29. grein barnasáttmálans á menntun á að kenna börnum að þekkja réttindi sín, virða réttindi aðra, menningu þeirra og fjölbreytileika. Fólk á flótta ekki nýtt fyrirbæri í samfélaginu. Aukinn skilningur á aðstæðum og aðlögun fólks á flótta myndi þýða mikið fyrir ungmenni. Mikilvægt fyrir okkur að vita hvernig tekið á móti flóttafólki hér á landi og hvernig það ferli gengur fyrir sig. Eins og staðan í dag þá mismunandi milli skóla hvernig þetta málefni háttað og hvort það sé yfir höfuð innleitt inn í kennsluskrá. Hins vegar þetta málefni nauðsynlegt. Það eru miklar líkur á þetta beri meiri árangur sé þetta ekki fræðsla sem bundin við eitt skipti í hverjum skóla. Við sem ungmennaráð leggjum til að þessi kjörið að innræða fræðslu fólk á flótta í námsgreinum á borð við samfélagsfræði eða lífsleikni. Nauðsynlegt að heyra frá einstaklingum með reynslu af því að lifa flótta ef ekki gefst tækifæri til þess að heyra mismunandi reynslu fólks. Gríðarlega mikilvægt að sá sem fræðir búi við þekkingu og skilning á þessu tilækna málefni. Þetta ekki sá fyrsti né sá síðasti dagur fólks á flótta og þarf Íslands samfélag að öðlast aukna þekkingu og skilning til þess að veita þessu fólki öruggt skjól í framtíðinni. Takk fyrir mig. Fulltrúi ungmennaráðs Nadia Lóa Atladóttir hefur lokið máli sínu og einn fulltrúi Aldís Lóa Benediktsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðurnar. Forseti, já, ég vildi bara segja að mér finnst þetta geggjað tillaga og þú veist, eins og staðan núna þá það svolítið mikið af fordómum gegn flóttafólki. Þannig að bara frábært tillaga. Takk fyrir. Fulltrúi Aldís Lóa Benediktsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og aðrir áhorfendur. Það gott að við gátum haldið þennan fund og það gaman að fá að taka þátt í gegnum fjarfundabúnað í næsta herbergi. Við hliðina á ykkur, ég held að ég heyri röddina mína óma og heyri líka í sjálfri mér út frá heyrnartólunum. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu aukna fræðslu fólk á flótta og fagna líka þessum umræðu vettvangi. Það er mjög mikilvægt að fá
fram tillögur frá ungmennaráðum og við hér borgarfulltrúar hlustum á það hvað brennur helst á ungu fólki hér í borginni og tek undir að þetta er gríðarlega mikilvæg tillaga sem er lögð hér fram. Nú, málefni fólks á flótta hafa verið mikið til umfjöllunar þar sem margir neyðast til að flýja heimili sín og það geta margvíslegar aðstæður legið að baki líkt og slæmt efnahagslegt ástand í heimalandi, vopnuð átök, stríð, náttúruhamfarir og aðrar hörmungar. Og það er mjög mikilvægt að fræðast aðstæður fólks á flótta og stöðu þeirra í samfélaginu og hvað tekur við þegar fólk kemur hingað til lands og allt ferðilega á bak við það sem getur oft verið mjög umfangsmikið. Og oft heyrum við af því að fólk sem hefur flúið slæmar aðstæður sé tekið með opnum örmum og fái stuðning til að takast á við breyttar aðstæður. En því miður heyrum við líka ljótar frásagnir oft þar sem fólki á flótta er ekki tekið vel og einstaklingar og fjölskyldur verða fyrir fordómum og mismunun í samfélaginu. Og þess vegna er fræðsla og samtal svo gríðarlega mikilvægt til að vinna gegn því. Og það er mikilvægt að við séum meðvituð stöðu fólks á flótta og aðstæður sem fólk þarf að eiga við og hefur þurft að eiga við. Og að það samtal byrji snemma. Og eins og ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og Bústaða tekur fram í greinargerð með tillögunni þá mun aukin fræðsla sporna gegn fordómum og óréttlæti. Og við lifum á tímum þar sem það er hægt að fá mikið af upplýsingum í einu úr mörgum ólíkum áttum, til dæmis í gegnum fjölmiðla, í gegnum samskiptamiðla og í samskiptum við annað fólk og þó við getum fengið mikið af upplýsingum ýmislegt sem á sér stað í kringum okkur og þá er það ekki endilega allt byggt á staðreyndum og oft er eitthvað sagt af því að fólk veit ekki betur og það byggir á þekkingarleysi og getur leitt til þess að við fáum ranga mynd af því hvernig aðstæður eru í raun og veru. Og þess vegna er fræðsla svo mikilvæg og það er gott að sjá þessa tillögu og meðfylgjandi greinargerð þar sem fjallað er mikilvægi þess að ungmenni þekki til mismunandi menningar heima og heyri reynslusögur beint frá fólki á flótta. Og þar sem erindi tillögunnar fer inn á málefni sem tengjast mannréttindum og mikilvægi þess að auka fræðslu til að sporna gegn fordómum og óréttlæti að þá leggja til að við samþykkjum að vísa tillögunni til mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs þar sem að tillöguflytjandi fylgi tillögun eftir og kynni hana fyrir ráðinu þar og hún verði unnin áfram á því vettvangi og bara takk aftur fyrir þessa tillögu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Örtsdóttir hefur lokið máli sínu og lagt fram málsmeðferðar tillögu. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Forseti, fulltrúa í Reykjavíkurráði ungmenna og borgarfulltrúa. Ég ætla að þakka líka þessari tillögu ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis aukna fræðslu fólk á flótta, mitt hverfi, mjög ánægð með það. Í tillögunni einnig er fjallað hversu mikilvægt það er að þekkja aðra menningarheima, að bera virðingu fyrir þeim og það sem hefur verið svo lengi að í þessum málaflokk hér er nefnilega einmitt það. Það er alltaf bara rætt aðlögun, bæði flóttamanna og svona venjulega innflytja eins og mig, en ég flutti hingað frá Þýskalandi fyrir tæplega 20 árum síðan. Ég þoli þetta orð ekki lengur, aðlögun. Er eitthvað að mér sem þarf að laga, kannski ýmislegt, en samt þarf að laga, beygja barn svo lengi þangað til það er orðið Íslendingur, hvað sem það nú þýðir, eða er bara allt í lagi, við erum öll pínuspes. En þessi tillaga gengur einmitt það, út á það að læra hvern annað, bera virðingu fyrir hvern annað. En fólk að flótta þarf meira, börn að flótta þurfa meira. Þau þurfa fyrir að finna öryggi og það að tilheyra. Og með slíkri fræðslu eru meiri líkur á því. Af því að það sem þau hafa upplifað, það situr svo djúpt. Hversu djúpt, hversu langlíft það er, það langar mig að útskýra fyrir ykkur með örstutu sögu, sem er ekkert krassandi, einlega nánast fyndið, en hún tengist því flóttabarni sem stendur mér næst.
Og það reyndar ekkert barn lengur, það pabbi minn sem að vera 85 ára á þessu ári. En þegar hann var 10 ára gamall eftir að stríðinu lauk, þá þurfti amma mín að flýja sitt heimaland, ein með 3 börn. Sjálf var hún tékknesk, en það sem afi minn var Þjóðverji, þá mátti hún ekki lengur vera þar, þrátt fyrir að hann kom reynda aldrei heim úr stríðinu. Lengi vel vissi ég mjög lítið þetta tímabil í lífinu hans. Það tók hann nefnilega tæplega 60 ár að byrja að ræða þetta við okkur. Það tók hann líka næstu því 60 ár að fara aftur heim í sitt þorp, þó það sé ekki lengra að keyra en hérðan til Egilsstaða. En að sögunni sem ég vildi segja ykkur. Þegar ég var lítið, þá bjó ég í þorpi og það var ekki bakari í þorpinu, en það kom svona eins og ísbíll, svona bakarisbíll, með ilmandi fersku brauði. En pabbi minn, hann harðbannaði okkur að fá okkur bita. Hann faldi brauðinu fyrir okkur. Því maður yrði forveikur að því að borða þetta brauð. Gerdegið myndi blása upp í maganum, ég ímynda mig alltaf að maður myndi bara springa. En þegar ég flutti, þannig við fengum aldrei þetta ferska brauð. Þegar ég flutti svo til Íslands árið 2000, þá tók ég með mig svona brauðvél, af því að þá var ekkert hægt, það var ekki komin svona súrdegs manja. Það var bara til svona rosalega hvítt ristabrauð sem ég fannst ekkert spes, þannig ég var að baka svolítið mikið. En aldrei leyfði ég börnum mínum að smakka þetta ferska brauð, að sjálfsögðu ekki. Þangað til bróðir minn kom í heimsókn og hló að mér og sagði, þú veist að amma laug bara pappa. Þú veist að eftir þau komu til Þýskalands, þá voru þau að svelta. Og amma þurfti að hóta þeim öllu illu, svo þau myndi ekki háma í sig brauði á leiðinni heim úr búðinni. Reynda myndi heilt brauð á mjög tóman maga alveg valdi óþægindi. Það ekki spurning, en það engin svona farveikur. En þínum börnum, sagði bróðir minn, verður ekkert illt að því að fá þér eina ferska brauðsneið. En ég bara trúði því sem pabbi sagði mér, sem amma sagði honum. Þannig að þótt það var kannski ekki mikið skaði fyrir börnin mín, það hafði það sem það áhrif á börnin mín á Íslandi árið 2000 að afi þeirra var flóttabarn 1945. Saklaus saga, en samt, ef ein svona lítið lífsreynsla getur haft áhrif yfir fleiri kynslóðir, þá segja það okkur kannski hvaða áskorinni þessi börn þurfa að takast á við. Og það eru flestir ekki jafn saklaus á brauðið sem springur í maganum. Það snýst allt fólk, stjórnmálin hljóma alltaf svo abstrakt en þau snúast fólkið. Og það sem þið gerir hér með þessari tillögu, það skiptir máli. Að læra það, sem sagt, hvernig það að vera á flótta. Einmitt eins og Nadja Lóa Atladóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals háskólabústaðar bendi á, sérstaklega að styðja börn á flótta sem koma hingað, þá hjálpa að þau hætta að vera börn á flótta og eru bara börn. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa málinu til mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs og verður hún nú tekin til afgreiðslu. Þó að ykkar sem það styðja vinsamlegast gefið merki. Tillagan samþykkt einróma. Næst verður tekin fyrir tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts að ungmennahús verði starfrækt í öllum hverjum Reykjavíkur fyrir ungmenna á aldrum 16 til 20 ára. Til máls tekur Aldís Lóa Benediktsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Breiðholts. Borgarstjóri, virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Góðan dag, ég heiti Aldís Lóa og hér fyrir hönd ungmennaráðs Breiðholts. Tillagan okkar, eins og þið heyrðuð hérna áðan, að ungmennahús fyrir aldurshópinn 16 til 20 ára verði starfrækt í hverju hverfi Reykjavíkur á fjárhagsárinu 2021. Í stefnu Reykjavíkurborgar frístundaþjónustu til 2025 kemur fram, með leyfi forseta, að koma þurfi til móts við þarfir 16 ára plushópsins frístundaþjónustu í hverfum borgarinnar. Ekki hefur verið nægilega komið til móts við þennan aldurshóp, þjónustan takmörkuð og borginni til skammar.
Íbúafjöldi Reykjavíkur um 120.000 manns og það þriðjungur Íslendinga. Til samanburðar nágrannasveitarfélag okkar Kópavogur með 37.000 íbúa og þar starfrækt ungmennahúsið Mólin. Aðeins eitt ungmennahús starfrækt í Reykjavík, hitt húsið. Það óásættanlegt að 1/3 eða jafnvel fleiri íslenskra ungmenna hafi aðeins eitt ungmennahús til afnota og meðan ungmenni í minni sveitarfélögum, til dæmis Kópavogi og Hafnarfirði, með töluvert betri þjónustu. Nauðsynlegt að hafa ungmennahús í hverju hverfi fyrir sig þar sem mjög margir vilja halda sig innan síns hverfis. Við þurfum mest á þessu starfi að halda eftir grunnskóla. Það að byrja í framhaldsskóla mjög stórt skref og það margir enn að finna sinn stað í samfélaginu sínu á þeim aldri. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar ólíklegri til að leiðast út í neyslu ef þeir hafa auðveldan aðgang að skipulögðu tómstundastarfi eða öðru slíku. Reykjavíkurráð ungmenna fundar í Heinuhúsinu einu sinni í viku og hefur það oft komið upp innan ráðsins að aðgengi mjög lélegt og samgöngunar bara varla til staðar. Því auðveldara sem það að sækja tómstundastarf því líklegri ungmenni til að stunda það. Mér persónulega finnst út í hött að eftir að grunnskólagöngu minni lýkur og miklar og erfiðar breytingar framöndan, þá býðst mér ekki almennilegt frístundastarf í mínu hverfi. Við vitum til þess að tillögur svipaðar þessari hafa verið lagðar til oft áður, meðal annars árin 2016 og 2019. Aðeins einni tillögu af 8 var ekki fylgt almennilega eftir í fyrra og var svo tillaga svipuð þessari. Hver ástæðan hér á baki? Við viljum ungmennahús í öll hverfi Reykjavíkur og við viljum þau ekki seinna en árið 2021. Takk fyrir. Þá hefur óskað eftir taka til máls Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, kæru fulltrúar í ungmennaráðum, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Það auðvitað mjög gaman að vera hér í dag og hlusta á sjónarmið ykkar og ég vil þakka þessa tillögu kærlega. Það sem gengur þetta út á að hafa verið í stjórnmálum að mörgu leyti einmitt að leggja fram óskir og hugmyndir forgangsröðun, það sem maður telur að eigi að gera og það sem maður telur að eigi síður að gera og síðan að berjast fyrir þeim áherslum sínum og láta þær ná fram að ganga. Og ég hvet auðvitað ykkur öll sem hér í dag að halda því áfram að hugsa þannig, hvort sem á vettvangi hagsmunabaráttu eða baráttu á vettvangi pólitíska flokka, þegar það kemur því það auðvitað oft leiðin að hitta saman að fólk sem deilir ákveðnum grunngildum og sannmælistum ákveðna forgangsröðun í samfélaginu. Og það auðvitað það sem þetta gengur út á og það mjög gott að heyra þau sjónarmið sem hér koma fram að borgin ætti að gera meira fyrir þennan aldurshóp með þessum hætti sem hér Mér langar líka að segja út af því að borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir talaði hér að það ætti að nota stærðfræðikennslu í fjármálalæsi og það sem ég nú stærðfræðingur þá datt mér huga svona veltaðis fyrir mér með hvaða hætti svona tölulega mætti útfæra og hvað hún myndi kosta og að því að það held ég sé líka nauðsynlegt að gera og stundum veltaði fyrir sér og ég held að það væri reyndar ágætt ef við myndum svona í framhaldinu stundum veltaði fyrir okkur í þessu undirbúningsferli að tillögum ungmennaráðsins að hugsa aðeins með hvaða hætti væri hægt að fjármagna og koma tillögum til leiðar. Því að það því miður, eða sem betur fer, oft þar sem við sem eru kjörnum þurfum oft að standa fyrir að forgangsraða peningum í eitt umfram annað. Nú að við myndum hugsa okkur að við myndum ákveða að gera ungmennahús, þá þurfum við eitthvað aðstöð til þess klárlega og við gætum ímynda okkur 200 fermetra, það svona kannski lágmarks aðstæða sem við þurftum fyrir almennilegt rými. Það svona 2.000 krónur á fermetri sem það kostar, þannig að það myndi vera það bil 400.000 sem það myndi kosta að leigja slíkt rými okkur mánuði. Síðan myndum við þurfa að gera það auðvitað allt árið sem 12 mánuðir, þannig að kostnaður af leigurum væri það bil 5 milljónir. Ég myndi halda til þess að hafa raunhæft að þurfti að hafa hugsanlega 1 forstöðumann í fullu starfi og síðan 4 starfsmenn hugsanlega í hálfu starfi vegna þess að þetta oft vinna aðeins meira á kvöldin, þannig að það væri svona 3 heilir starfsmenn sem við getum ímynda okkur á 30 í þetta verkefni og það myndi þá vera kannski 10 milljónir með öllu á hvern starfsmann, af því að þetta ekki bara laun, heldur launagjöld líka, þannig að þá myndum við vera komið upp í 35 milljónir og til þess að sé hægt að gera eitthvað skemmtilegt í ungmennahúsinu, til að halda tónleika eða bjóða upp á veitingar eða bjóða upp á allt annað, þá þyrfti maður annar ekstrakostnað þess að væri kannski kringum 5 milljónir. Þannig að þá að hugsa hvert svona ungmennahús myndi að kosta í kringum í frekar svona strípaður útgáfu það bil 40 milljónir. Nú ef við hugsaum við myndum hafa slíkt ungmennahús í hverju hverfi borgarinnar, þá erum við komin það sinnum þá 8 sem þá 320 milljónir og það þetta mjög mikil uppæð og
Það upphæðir sem liggja ekki auðveldlega fyrir okkur til ráðstöfunar í borgarkerfum, jafnvel þau okkar sem stjórnum fjármál og borgar. Þannig að við sjáum að það væri erfitt að gera í einu skrefi þá tillögu sem hér lögð fram. En þá má þetta byrja að hugsa og ég að setja þetta fram eins hætti vegna þess að oft þarf maður að hugsa með skapandi hætti hvernig getum við náð megin tilgangi ákveðnu tillögu en þó þannig að það sé hægt að fjármagna hana. Og það til dæmis hægt að ímynda sér, þurfum við sér húsnæði fyrir svona aðstöðu. Gætum við samnýtt eitthvað húsnæði sem annars staðar. Þá getum maður strax byrja að skera niður þann kostnað. Þurfum við að hafa þennan fjölda starfsmönnum, gætum við kannski með einhver móti ákveða að gera þetta hlutavikunar og þá lækkar sá kostnaður. Og síðan líka spurning, þurfum við að byrja á því að gera þetta í hverju einstaka hverfi borgarinnar. Gætum við svara stað með tilraunaverkefni í 1 til 2 hverfum og þar með lækka hann kostað úr 300 milljónum í eitthvað sem væri kannski viðráðanlegra. Vegna þess að 300 milljónir eru upphæð sem kannski kostar að reka meðal grunnskóla eða væri hægt að gera mjög margt líka fyrir. En það auðvitað eitthvað sem við þurfum síðan að ákveða. Og þess vegna finnst mér spennandi að ræða þetta á þessum forsendum, á forsendum peninganna líka, svo ekki sé nú minnst á það að en ein leiðin til þess að gera auðveldara að koma svo líka tillögu framkvæmd væri að finna hvort það sé eitthvað í borginni sem við erum að gera sem alls ekkert að svara kalli þessa aldurshóps. Erum við að setja pening eitthvað sem við þurfum ekki að vera að setja peningi? Og ef við gerum það og finnum þá peninga með þeim hætti, þá strax orðið miklu auðveldara að hrinda góðum hugmyndum framkvæmd. Vegna þess að það eins og segi, þetta alltaf spurning forgangsröðun og ef það óskum að þessi hluti verið forgangsherra heldur en annar, þá alveg eitthvað sem tilefni til þess að velta fyrir sér. Þannig ég legg til að við vísum þessari tillögu til menningar, íþrótta og tómstundaráðs sem sér málefni frístunda og skoðum hana betur þar. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá það Þór Elís Pálsson. Gjörðu svo. Í mér. Já, það heyrist. Heyrist í mér? Heyrist þér. Halló, heyrið í mér? Já, það heyrist vel. Það heyrist í, já, gott og vel. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir þessa tillögu, hún bara hitti mig beint í hjartastað. Ég auðvitað að kenna nemendum á þessum aldri, akkurat 16 plús. Mér langar aðeins að færa mig bara til þess að sýna ykkur hvað hægt að gera án þess að það kosti mikið pening og fyrir aftur með plakkat þess að kvikmyndahátíð framhaldsskólanna sem núna var haldin rétt fyrir COVID-lokun í 7. sinn. Og sem ég framkvæmi alltaf með mínum nemendum árlega og þar sem þau nemendur á framhaldsskólum á öllu landinu senda inn myndir og taka þátt í mjög skemmtilegri keppni og frábæri hátíð. Þetta var svo gott það sem að Pavel benti á í sambandi við kostnað og það hugsaði mér þetta fyrst og fremst sem borgarfulltrúi hvað kostar tillaga sem borin fram sem mjög góð en hvort það hægt að framkvæma það annar mál. Og ég sé það að það vel hægt að framkvæma svona en ekki kannski endilega með því að reka húsnæði og starfsfólk og allt saman. Við höfum ýmislegt, það auðvitað þannig að borgin rekur ekki framhaldsskólana þannig að hún hefur ekki beinan aðgang að framhaldsskólanum en hefur aðgang á grunnskólum og það eru húsnæði sem stendur til dæmis tómt á kvöldin hvort það hægt eitthvað í sambandi við frístundaheimilin og annað, hvort þar einhver möguleiki og auðvitað höfum við kennara í öllum skólum sem við geta tekið að sér að leiða svona störf, sérstaklega þá svona listakennarar og annað og þannig að það þarf kannski ekki að fara út í þennan kostnað að halda uppi heilu húsnæði. Svo líka möguleikin sem sagt að hitt húsið sé svona einhvers konar meiri miðstöð sem að verði í meiri samskipti við hverfi borgarinnar og efli sem sagt ungt fólk og þeirra starf í hverju hverfi fyrir sig og gefið þeim tækifæri og finni leiðir inn í hverju hverfi fyrir sig. Það misjafnt eftir hverfum hvar aðstaða Sums staðar verulega mikið aðstöðu og annar staðar ekki. Og þetta ég legg til bara líka í þessu framhaldi að
að það verði nú bara settur í gang stýrihópur eða eitthvað slíkt sem með ungmennaráðinu til að skoða þetta nánar, því að menningarstarfsemi og ný hugsun og nýtt þjóðfélag sem bara á næsta leiti kemur þetta fyrst og fremst frá ykkur unga fólkinu. Við sem eldri erum og sem nú eiginlega bara hverfa svona frá hinna daglega amstri eigum ekki að ráða þessu, heldur þið sem að koma. Og ég er bara mjög finnst það mjög áhugavert að þið viljið og ungt fólk vilji stunda skapandi starf og annað félagsstarf með því að eigna svona miðstöðvar á eins mörgum stöðum og mögulegt á sem 8 hverfum, en það má gera með ýmsum hætti. Og það hefur til dæmis lært að hvað var að gerast núna hjá okkur COVID, hvernig við getum notað svona fjarfundabúnað og annað. Ég skal bara segja ykkur það að það er mjög erfitt í langa tíma til dæmis að kenna í gegnum fjarfundabúnað. Það er ekki mjög þægilegt, en alveg sama það getur samt opnað og haldið samskiptum. Þannig að ég bara styð þessa tillögu og forseti, ég þó að það tískið ekki, það er mér mjög gaman að vera með bókun ef það er hægt. Já, Ég heyri ekkert. Ég heyri ekki. Já, borgarfulltrúinn búinn með ræðuna sína? Búinn, takk fyrir. Já, það er ekki bannað að bóka að sjálfsögðu. Já, á ég að lesa hana á eftir. Borgarfulltrúinn tilbúinn með bókun? Það er alveg sama, skiptir mig engu máli. Já, gjörðu svo vel. Ok. Borgarfulltrúi Flokks fólksins fagnar tillögu ungmennaráðs að starfsrækt verði ungmennahús í öllum hverfum borgarinnar og þannig að efla og styrkja menningu ungmenna. Ungt fólk í borginni hefur sýnt og sannað að sköpunarkraftur þeirra er mikill og hjá þeim kemur oft fram ný sýn á samfélagið sem nauðsynlega viðbjót hverju sinni. Ekki er þeim meira gefandi en að vinna með ungu fólki. Því styður Flokkur fólksins að leitað verði leiða til að efla menningarstarfsemi ungs fólks í öllum hverfum borgarinnar. Vanlegast til árangurs er að leita leiða með hvaða hætti væri best að framkvæma slíka starfsemi án mikils tilkostnaðar. Þá sérstaklega varðandi húsnæði heldur að fé nýtist starfseminni sjálfri, það er að ungt fólk fái fjármagn til sköpunar. Takk fyrir. Takk. Þá liggur sem sagt fyrir málsmeðferðartillögu að vísa tillögunni til meðferðar menninga, íþrótta og tómstundaráðs. Þeir sem samþykkja gefa merki. Já, það er þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er tekið stutt fundarhlé til að gefa þeim fulltrúum sem flytja næstu tillöguna tækifæri til að taka sæti hér í salnum.
Þá hefst aftur samanlegu fundur borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna. Og næst á dagskráin tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæja miðborgarhlíða að tryggja aðgengi félagsmeistara að íþróttahúsi í öllum hverfum Reykjavíkurborg og það Karin Guttesen sem flytur tillöguna. Gjörðu svo vel. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Við í ungmennaráði miðborgar Vesturbæjar og Hlíða viljum leggja fram þá tillögu að Reykjavíkurborg tryggi að allar félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar hafi aðgengi að íþróttahúsi í sínu hverfi í að minnstakosti 2,5 klukkustund á viku sem miðast við að jafnaði eina kvöldopnun. Mikilvægt að efla fjölbreytt starf innan félagsmiðstöðva svo hægt sé að ná til sem flestra. Staðreyndin sú að oft verður dagskrá félagsmiðstöðva einhæf vegna þess að þær bindast mjög einu litlu rými þar sem ekki völ á ýmiss konar stærri hóp og heilsueflingu. Ekki öll ungmenni stunda skipulagða íþróttastarfsemi hjá íþróttafélögum en hafa samt sem áður áhuga á því að fara í leiki og íþróttir ef sá kostur væri til boða. Heilsueflandi dagskrá ýtir undir og virkjar ungmenni í almennri hreyfingu. Ekki vilja öll ungmenni stunda sérstakar íþróttir eða skuldbinda sig íþróttafélagi og þá gott að félagsmiðstöðvar geti boðið upp á húsnæði sem ungmenni geta nýtt sér til mikilvægra líkamlegra hreyfingar og hópeflingar. Þá ekki vera geðþótta ákvörðun hjá þeim sem sjá íþróttahús hverfisins hvort félagsmiðstöð hverfisins fái afnot af húsinu. Hvort sem það sé íþróttahús á vegum skólans eða íþróttafélags. Tryggja á félagsmiðstöðinni að minnstakosti 2,5 klukkustund á viku í íþróttahúsi í hverfinu. Hópefling af þessu tagi mun ýta undir félagsskap hjá ungmennum sem gætu skemmt sér í stórfiskaleik og brennós og dæmi séu tekin og þar myndi sameinast hreyfing og skemmtun. Á heimasíðu landlæknis segir, með leyfi forseta, að dagleg hreyfing sé ungu fólki nauðsynleg fyrir andlega, líkamlega og félagslega heilsu og vellíðan. Að hún sé sameiginlegur leikur sem skapar meðal tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, bæta líkamshreysti, eignast vini, auka félagsfærni og efla sjálfstraust. Einnig stendur að ungt fólk ætti eiga þess kost á völ að stunda fjölbreytta hreyfingu sem því finnst skemmtileg og í samræmi við færni þess og getu. Þess erum við sammála og teljum hægt að stuðla að betri líðan ungmenna ef þau hefðu betra aðgengi að íþróttasal. Lengi hefur staða ungs fólks verið til umræðu og mikill áhugi hefur aukist í seinni tíð að bæta heilsu ungmenna. Hlutfall unglinga á aldrinum 12 til 18 ára sem stunda skipulagðar íþróttir hefur minnkað mikið á síðustu árum og mikilvægi félagsmiðstöð í þessum málum hefur í seinni tíð aldrei verið jafn mikið. Þeim aðilum sem iðka íþróttir gengur betur í skóla og eru líklegri til þess að útskrifast úr menntaskóla. Hreyfing styrkir andlega og líkamlega heilsu og eykur framleiðslu á taugaboðefninu endorfín eða gleðihormóninu. Svefnleysi og vanlíðan vandamál hjá ungmennum í dag og regluleg hreyfing minnkar streyti og betrumbætir svefngæði. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar stendur, með leyfi forseta, að eitt af verkefnum skóla- og frístundaráðs sé að gæta þess að leikskólar, grunnskólar, frístunda- og félagsmiðstöðvar og frístundaheimili á vegum borgarinnar búið við fullnægjandi húsnæði og að annar aðbúnaður sé fyrir hendi. Við teljum að tillögu okkar sé lýðheilsumál sem munu gagnast ungu fólki alls staðar í Reykjavík. Aukin hreyfing mun leiða til bættrar andlegrar heilsu sem og líkamlegrar og því mikilvægt fyrir okkur að sjá til þess að félagsmiðstöðvar borgarinnar hafi aðgang að fullnægjandi húsnæði með því að samþykkja tillögu okkar bætt aðgengi félagsmiðstöðva að íþróttaaðstöðu í sínum hverfum. Takk fyrir mig. Fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar miðborgar og Hlíða lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru fulltrúar ungmennaráða og aðrir sem eru að hlusta. Þrátt fyrir það ég hef ekki setið lengi í borgarstjórn, þá voru fundir ungmennaráða mitt uppáhald. Það svo gaman að fá okkur öll hingað með ykkar frábæru tillögur. Tillögur sem skipta svo miklu máli, en það mikilvægasta að hér eru þið og þið eru að taka þátt í því að breyta samfélaginu okkar.
og gera það betra, gera samfélagi betra fyrir öll börnin í borginni. Tillaga fulltrúa í Ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að tryggja aðgengi félagsmiðstöðva að íþróttahúsum í öllum hverfum Reykjavíkurborgar talar beint inn í mitt hjarta. Enda líkt og segir í greinargerðinni með leyfi forseta, við teljum það mikilvægt að Reykjavíkurborg tryggja að allar félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar hafi aðgengi að íþróttahúsi í sínu hverfi í að minnsta kosti 2,5 klukkustund á viku sem miðast við að jafnaði eina kvöldopnun í viku. Með því getur hver og ein félagsmiðstöð þátt kost á því að auka til muna heilsueflandi starf fyrir ungmenni í sínu hverfi. Ekki æfa öll ungmenni íþróttir, en með því að bjóða upp á heilsueflandi dagskrá að minnsta kosti einu sinni í viku í hverri félagsmiðstöð hægt að virkja mun fleiri ungmenni til hreyfingar. Ég hjartanlega sammála. Lýðheilsa það mikilvægasta sem við eigum og eigum að hlúa mun betur að. Og auðvitað hefði þessi tillaga ekki átt að þurfa að koma fram. Auðvitað á að vera aðgengi félagsmiðstöðva að íþróttahúsum. En það svo oft þannig með hið augljósa að við gleymum því. Og þess vegna þakka ég kærlega fyrir þessa tillögu. Og ég fagna henni sérstaklega. Ég gríðarlega hlynnti þessari tillögu og legg til að henni sé vísað til menningar íþrótta- og tómstundaráðs þar sem ég veit að verður tekið vel á móti henni. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokar máli svo næstur á mælendaskrá Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu félagar í Reykjavíkurráði ungmenna, ágæta borgarstjórn. Þessi tillaga sem hér lögð fram af fulltrúum í Ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða hreyfir við því mikilvæga máli að jafna aðgengi borgarbúa að húsnæði í eigu borgarinnar og sérstaklega í þessum samhengi opna leiði fyrir félagsmiðstöðvarnar sem við vitum að gegna mjög mikilvægu hlutverki í skóla- og frístundastarfi borgarinnar af þeim íþróttahúsum sem eru til staðar í viðkomandi hverfum. Við byrja því að hrósa ungmennunum fyrir það góðu hugsun að nýta betur húsnæði borgarinnar og við erum öll sammála það í þessu sala að það mikilvæg stefna. Við höfum lagt áherslu á það og það kemur fram í ýmsum álitsgerðum og stefnuskjölum borgarinnar. Ég nefni eitt dæmi frístundastefnu borgarinnar frá 2017 sem var samþykkt hér í þessum sal, en þar meðal annars lögð áherslu á að mæta þörfum barna og ungmenna fyrir aðstöðu til skapandi starfs af fjölbreyttu tagi, að húsnæði og aðstæði í borginni verði betur nýtt í þágu frístundastarfs fyrir almenning og íþróttafélög eru síðan sérstaklega hvött til þess að bjóða upp á tíma íþróttum sem ekki eru afreks eða keppnismiðaðir. Þessi ágæta tillaga talar vel inn í þessa stefnu áherslur því að alhliða heilsuefling einmitt grundvallar markmið tillögu flytjenda. Og það hægt að taka það fram að það eru dæmi þess að félagsmiðstöðvar hafi aðgengi að íþróttahúsum í borginni í dag en slík tillögun takmarkast af þeim tíma sem til ráðstöfunar í viðkomandi húsum. Og ég get mjög vel tekið undir það sjónarmið að það væri æskilegt að fleiri möguleika væri fyrir unglinga að stunda fjölbreytta hreyfingu, ekki síst þá sem að ekki stunda skipulagðar íþróttir í dag og myndu njóta góðs af aukinni hreyfingu. Og tillagan leggur fram að allar félagsmiðstöðvar borgarinnar sem eru 24 að tölu hafi aðgengi að íþróttahúsi í sínu hverfi eins og framkom í máli frummælanda og ég lét svona vinna bráðabirgðakönnun á því hver staðan í dag og hún lét í ljós að það eru einar 9 félagsmiðstöðvar sem hafa slíkan aðgang í einhverri mynd, 4 í Grafarvoginum, 2 í Laugardal Háaleiti og 3 upp í Árbæ. En við sjáum á því að það vantar talsvert upp á að það sé jafnræði milli borgarhluta varðandi þetta aðgengi. Og það eitt af því sem væri mikilvægt að menningar, íþrótta og tómstundaráð myndi skoða til viðbótar því að fara aðeins yfir sviðið og kanna hvar eru lausir tíma sem hægt væri að ráðstafa í þessa veru. Það eitt að gera grein fyrir því að það kannski eitt svona tæknilegur annmarki á tillögunni sem sá að skóla- og frístundaráð hefur ekki vald til að ráðstafa íþróttahúsum borgarinnar. Það á forræði íþrótta- og tómstundasviðs og fagráðs þess sem menningar, íþrótta og tómstundaráð. En það ekki stórmál og auðleyst. Þannig ég styð þá málsmeðferð sem að Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lagði til hér áðan að vísa tillögun til menningar, íþrótta og tómstundaráðs þar sem hún á heima. En þar verið gjarnan tekið upp samtali við skóla- og frístundasvið mögulega leiðir í málinu. Takk fyrir. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi máli sem hafa 2 fulltrúar í ungmennaráðum veita ansvar. Það fyrst Karin
Guttormsson og svo Embla María Möller Atladóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar bara að segja að ég er sammála það sem Skúli sagði að ungmenni ættu að fá að stunda íþróttir, íþróttafélög ættu að bjóða upp á tíma þar sem börn geta og krakkar ungmenni geta komið og stunda íþróttir án þess að það sé keppnisleitt. Maður þarf ekki að keppa og persónulega reynslu þá finnst mér ekki gaman að keppa í íþróttum en samt sem áður mjög gaman að leika mér með vinum mínum og já, takk fyrir. Þá hefur Karin Guttormsson, fulltrúi í ungmennaráði, lokið við að veita ansvar og næst óska eftir að veita ansvar Embla María Möller Atladóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég vildi bara snerta það sem Skúli sagði að það eru sumir með aðgang að íþróttahúsi sumar félagsmiðstöðvar og ég kem frá einnig þannig félagsmiðstöð og þegar við fáum að fara yfir íþróttahúsi þá það mjög vinsælt og mikil stemmari fyrir því þannig að það mjög leiðilegt að heyra að aðrir fá ekki sama aðgang að íþróttahúsnæði og mín félagsmiðstöð fær og það mjög leiðilegt að heyra út af því að það mjög gaman að fá að vera með vinum sínum sem æfa ekki sömu íþrótt eða eitthvað að fá að vera með þeim þá í íþróttahúsinu og eitthvað þannig. Takk fyrir. Takk. Þá hefur Embla María Möller Atladóttir, fulltrúi í ungmennaráði, lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Ég þakka fyrir bæði þessi innlegg sem ég get tekið undir. Það er mikilvægt að við horfum til þess, sérstaklega ef það eru möguleikar á því að nýta húsin betur og mér sýnist á bara svona fyrstu viðbrögðum sem ég hef fengið frá íþrótta- og tómstundasviði að það séu alveg möguleikar í stöðunni, það séu ákveðin hús sem væri hægt að nýta betur og það er sannarlega, finnst mér, bara mjög gott mál að skoða alla leiðir í því og einmitt þetta að reyna að tryggja það að þessi aðgangur hann sé jafn og standi í öllum félagsmiðstöðvunum til boða. En það er líka klárt þó að aðgengi sé til staðar í einhverjum mæli að þá held ég að það sé sammerkt með öllum félagsmiðstöðvunum. Þau myndu mjög gjarnan vilja hafa meiri aðgang á íþróttahúsunum heldur en er í boði í dag. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og fer þá fram atkvæðagreiðsla. Framliggur hér málsmeðferðartillögu að vísa málinu til meðferðar menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Þeir sem samþykkja að vísa, gefa merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk kærlega. Þá göngum við til næsta liðar á dagskránni sem er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar Hlíða fræðslu loftslagsmál fyrir kennara í Reykjavík og kynni þetta fyrir okkur. Brynjar Bragi Einarsson, fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar miðborgar og Hlíða. Gjörðu svo vel. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Tillagan okkar er svo hljóðandi. Lagt er til að stofnaður verði hópur innan Reykjavíkurborgar sem samanstendur af fagmönnum og ungmennum sem skal vinna að því að fræða kennara í Reykjavík loftslagsmál með því yfirskyni að þeir muni nýta þá vitneskju í eigin kennslu. Fræðslan skal vera gerð í samstarfi milli skóla- og frístundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar en lagt er til að fræðslan verði hafin á skólaárinu 2020 til 2021. Í COVID-19 heimsfaraldrinum hefur mengun í heiminum minnkað mikið meðal annars vegna færri flugferða, minni framleiðslu í mengandi verksmiðjum og minni bílaumferð. Fjarfundir á internetinu hafa komið í stað funda þar sem fólk er saman komið á einum stað. Nú er til dæmis enginn að skreppa á fund í London að morgni og koma heim með kvöldflugi sama dag. Nú þurfum við að vakna og forgangsraða í þágu umhverfisins. Nútíma tæknin getur verið með okkur í liði og við þurfum að nýta hana okkur í meira mæli en við höfum gert.
Við teljum þetta mikilvæga og nauðsynlega tillögu því grunnskólabörn þurfa aukna fræðslu og þekkingu á loftslagsmálum sem svo gerir þau meðvitaðri því það við grunnskólabörnin sem tökum síðar við stjórntaumunum. Við verðum að átta okkur á þeim hættum sem steðja að og tengjast loftslagsvánni, hvernig við tökumst á við þær og komum í veg fyrir frekari skaða á umhverfinu sem verður framtíðar umhverfi okkar barnanna. Það því bæði nauðsynlegt og mjög mikilvægt að kennarar fái nauðsynlega fræðslu sem gerir þá hæfa til að kenna okkur grunnskólabörnum þessi mál og við séum öll að vinna eftir sama námsefni. Kennarar eru mjög mikilvægur hlekkur í þessari keðju því nemendur treysta sínum kennurum oft betur en utanaðkomandi aðilum. Með því að fá fræðslu loftslagsmál inn í skólastofuna getur skapast frjór umræðuvettvangur sem öllum mikilvægur. Fræðslan á að einblína á framtíðina og þá hvað við getum gert varðandi loftslagsmálin og hvað gerist ef við gerum ekkert. Það má í þessu sambandi benda á að Á Ítalíu búið að setja í námskrá að allir skólar séu skyldugir til þess að blanda fræðslu loftslagsbreytingar inn í kennslu tengdra námsgreina svo sem samfélagsfræði og náttúrufræði. Ég vona að borgarstjórn taki vel í þessa tillögu ungmennaráðs miðborgar Vesturbæjar og Hlíða og sýni þannig í verki að loftslagsmál skipta miklu máli fyrir framtíð okkar og því forgangsmál að grunnskólanemendur fái viðeigandi fræðslu þennan mikilvæga þátt framtíða þeirra. Þá að fræða en ekki hræða. Takk fyrir mig. Þá hefur Brynja Bragi Einarsson fulltrúi ungmennaráði lokið máli sínu og næst á, það ansvar, gjörðu svo vel. Má forseti biðja fulltrúana að kynna sig? Já, sælíti Bára Katrín og góðan daginn. Ég vil í rauninni styðja þessa tillögu bara eindregið. Ég hef fengið allavega sæmilega fræðslu hvað þetta varðar. Ég fékk í 7. bekk sem var bara vel upplýst sem fjallaði sorp í sjónum og svo á stór hluti af náttúrufræði í 10. bekk að fjalla einmitt þetta málefni. Og ég vil bara benda á hve auðvelt það væri að koma þess inn í skólakerfið og ég virkilega vona að þetta verði eitthvað sem verði framkvæmt sem fyrst. Takk fyrir. Takk hérlega. Þá hefur Bára Katrín Jónsdóttir fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta lokið við að veita ansvar og þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Ekki? Biðst afsökunar, forseti biðst afsökunar, það Skúli Þór Helgason sem næstur. Forseti Reykjavíkur á ungmenna ágæta borgarstjórn. Við lifum sem betur fer tíma þegar að ungt fólk rís upp allan heim, vekur athygli á stærsta vandamáli heimsbyggðarinnar og krefst aðgerða. Allir þekkja Gretu Thunberg, hinn magnaða 17 ára aðgerða sinna frá Svíþjóð og frumkvæði hennar, ódrepandi baráttuanda og ómengaða hreinskilni frammi fyrir þjóðarleiðtogum sem að hún hefur kinnroðalaust sagt til syndana, frammi fyrir að mæta ekki ótvíræðum vísbendingum hamfarahlýnun af mannavöldum með nægilega kröftugum aðgerðum. Ungmenn á Íslandi, ekki síst hér í Reykjavík, hafa reist þetta merki sömuleiðis með loftslagsverkföllunum sem að staðið hafa yfir undanfærin misseri og vakið mikla athygli. Staðreyndin svo að heimsbyggðin hefur gengið allt of freklega á auðlindir náttúrunnar, mengað fram úr hófi og gengið fram með þeim hætti að jöklar heimsins á hröðu undanhaldi, vatnsyfirborð fer hækkandi og ógnar lífi og lífríki bæði manna og dýra. Við þessu þarf að bregðast að mun meiri krafti en stjórnvöld heimsins hafa sýnt fram að þessu. Ég vil þakka Reykjavíkurráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða kærlega fyrir þessa mikilvægu tillögu og kannski sérstaklega þann skilning sem að þið sýnið í henni á því að nauðsynleg forsenda fyrir vandaðri og innihaldsríkri kennslu og fræðslu loftslagsmálin að kennurum sé tryggð tækifæri til símenntunar og viðeigandi fræðsla þennan málaflokk. List- og verkgreinakennarar í borginni hafa verið
mjög öflugir í að leita að og vinna með endurnýtanlegt hráefni til listsköpunar og á mörgum heimasíðum grunnskóla hægt að sjá dæmi verkefni á þessu sviði sem hafa verið unnin með nemendum. Mikill vilji til þess að gera betur þegar kemur á fræðslu og stuðningi við náttúrufræðikennara og til dæmis hefur verið unnið að því að undirbúa námskeið fyrir þá kennara á grundvelli samnings sem að skóla- og frístundasvið gerði nýlega við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil nota tækifærið og nefna nokkur dæmi áherslur sem að tengjast þessari tillögu og viðleitni borgarana til að styrkja stöðu náttúrugreina, þar með talið umræðu loftslagsmálin í grunnskólastarfi borgarinnar. Og þetta í mjög góðu samhengi við loftslagsstefnu borgarinnar sem að unnið eftir. Miðstöð útivistar og útináms hefur umsjón með viðamikilli fræðslu, stuðningi og ráðgjöf við skóla vegna umhverfis- og loftslagsmála og þar starfar sérstakur verkefnastjóri í málaflokknum. Á heimasíðu miðstöðurinnar eru allar upplýsingar fræðslu og námskeið sem í boði eru og þar líka upplýsingar síða sjálfbærni sem kennarar geta notað sér til stuðnings. Síðastliðið haust fór af stað verkefni listrænt ákall til náttúrunnar á vegum nýsköpunarmiðju menntamála hjá sviðinu og það sjálfstætt framhald bíófílíu verkefnisins sem að Björk Guðmundsdóttir setti á laggirnar. Það var einhvers konar tónlistar og mentasmiðju verkefni sem hún þróaði með vísindamönnum á Norðurlöndunum. Þetta skólaár hafa 10 grunnskólar, 3 leikskólar og frístundaheimilin í Grafarvogi og Dalheimar tekið þátt í þessu verkefni. Það sem unnið með samtal á milli náttúrufræði og listgreina. Haustið 2019 fór einnig af stað verkefni Hvað höfum við gert sem að margir kannast við sem fólst í sjónvarpsþáttagerð undir sama heiti sem að voru gerðir aðgengilegi fyrir grunnskóla til að nýta í námi með börnum. Gerðu var samningu við RÚV fyrir grunnskólan í Reykjavík og efni gert aðgengilegt fyrir kennarana á vef borgarinnar. Mikil samlegð með verkefninu listrænt ákall til náttúrunnar og Hvað höfum við gert. Þannig var ákveðið að tengja þessar 2 hópar saman með aðkomu og undir stjórn kennara sem koma að þessum verkefnum. Búin hefur verið til fésbókarhópur en kjarnin í þeim hópi eru kennarar sem koma að þessum 2 verkefnum, þar sem þeir deila verkefnum og hugmyndum sín á milli. Búið að safna ýmsum verkfærum inn á verkfærakistu menntastefnu vefsins á sviði loftslags- og umhverfismála og þar geta kennarar og aðrir komið frekara efni á framfæri. Á sumarsmiðjum sviðsins 2019 voru haldið námskeið á vegum Landverndar námsefni Hreint haf og þá var á sumarsmiðjum einnig haldið námskeið á vegum verkefnisins listrænt ákall til náttúrunnar. Nú verið að leggja lokahund á undirbúning fyrir námskeið í sumarsmiðjum fyrir 2020 en þar verða nokkur námskeið í boði sem tengjast umhverfis- og loftslagsmálum og standa kennurum til boða. Dæmi það eru náttúrugreinar fyrir grunnskólakennara, heimsmarkmiðin í textíl og listrænt ákall til náttúrunnar hvað getum við gert smiða í enda þess sem ég nefndi áðan. Eins og þessi upptalning sýnir þá ýmislegt sem hefur verið gert til að mæta þörf fyrir fræðslu og kennsluefni loftslagsmál til hagnýtinga fyrir kennara og fróðleiks fyrir nemendur. En við viljum og ætlum að gera enn betur og ég vil geta þess í þessu samhengi að við erum að undirbúa heildstæða aðgerðaáætlun skóla- og frístundaráðs varðandi fræðslu loftslagsmál sem að við ráðgerum að verði sett á fót í samstarfi okkar við lykilaðila og stofnanir á sviði umhverfis- og loftslagsmála bæði í borginni reynda líka á landsvísu og þessi tillaga frá ykkur í Reykjavíkurráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða mjög gott innlegg inn í þá vinnu. Ég ítreka þakki til ráðsins fyrir góða tillögu og legg til að henni verið vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari kynningar og úrvinnslu þar. Frá loki máli sinu hefur Karin Göttusen fulltrúi í ungmennaráði óska eftir að veita ansvar. Forseti, borgarfulltrúar, mig langar að sterta það sem Skúli sagði og ítreka það hvað mikilvægt að það eru kennararnir sem kenna nemendunum því að þá myndast meiri tenging og námsefnið það skila sér betur og líka þegar kennarar geta skipulagt sjálfur hvernig þeir vilja kenna námið og dreift því yfir langvarandi tíma þannig að nemendur geta tekið betur inn út í það. Ég held að allir hafa lent í því að það komi inn fræðimenn í eina kennslustund með eitthvað málefni, kynnt það, svo þeir eru farnir út þá og eru allir búin að gleyma því sem var verið að fjalla um. Takk fyrir mig. Þá hefur Karin Göttusen fulltrúi ungmennaráði lokið við að veita ansvar og næst á mælendaskrá þá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta ungmennaráð Reykjavíkur, borgarstjórn og tilheyrendur. Ég fagna þessum fundi eins og fleiri. Gaman að heyra raddir unga fólksins, sérstaklega allir ég hrósa ykkur fyrir það hvað þið standið ykkur vel í ræðumennsku. Það eins og þið hafið öll sem vel farið á ræðunámskeið og vonandi það líka því að það jafn mikilvægt að kunna að koma fram og koma máli sinni til skila akkurat eins og það mjög mikilvægt að vera uppleystur í umhverfismálum eins og þessi tillaga gengur út á. Þessi tillaga gengur út á það að stofna til fræðslu fyrir kennara í Reykjavík til þess að þeir séu betur til þess hæfir að upplýsa nemendur sínar loftslagsmál. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason fór yfir það hér að þessi mál í ágætu farvegi hér í Reykjavík, alls ekki afturlega á merinni, en lengi má gott bæta. Það sem að skiptir mestu máli í þessum umræðum, það eru réttar upplýsingar, það það sem skortir. Ég ætla að segja ykkur frá því, ég sit í hóp hjá Reykjavíkurborg sem hefur það markmið að móta stefnu í loftslagsmálum til ársins 2030. Þar við því miður ekki að vinna með réttar upplýsingar að því leyti að það verið að nota upplýsingar frá árinu 2015. Ég hef margoft kallað eftir því að það komi inn í vinnuna upplýsingar sem eru miðað við daginn í dag til að hægt að nota og móta stefnu til ársins 2030. Þær upplýsingar höfum við ekki fengið, þannig að þá verður stefnan að vissu leyti skökk. Og ég ætla að segja ykkur líka annað, það sem að í þessum loftslagsmálum það líka þannig að sem dæmi hvað losa bílar í Reykjavík mikið. Ef við notum reglur Evrópusambandsins þá losa þeir alltaf 30%. Því þá eru álver og stóriðjan og flugið haldið fyrir utan kvótan. Ef við myndum losa eins og Bandaríki gera og færa okkar bókhald þannig, þá myndi fjölskyldubíllinn menga 6%. Báðar þessar upplýsingar eru réttar, en það bara mismunandi hvað notað inn í þessi mál. Nú framsögu aðili hér í þessu máli fór vel yfir það hvað við stöndum frammi fyrir breyttri heimsmynd, varðandi það sem gerðist í COVID, varðandi ferðalög heiminn, flug og annað, þar sem að raunverulega samfélög heimsins voru stöðvuð. Þar með dróst mengun mjög mikið saman. Þannig að það orðið spurning núna það, hvað lærum við af COVID-veirunni núna í þessum heimsfaraldri? Jú, stjórnvöld eiga verið fararbroddi til þess að hvetja fólk til að ferðast minna, nota umhverfisvæna samgöngumáta og draga úr allri mengun. Og það sem við höfum líka að gera, við höfum að hvetja stjórnvöld heimsins til þess að hætta að brenna kolum, hætta að brenna olíu og taka upp vistvæna samgöngumáta. Indland og Kína eru afleitt mengunarríki. Þannig ef það yrði ef við getum tekið það út úr þessari veiru og þann lærdóm sem heimurinn getur dregið af því að mengunin minnkaði svona gríðarlega bara við það að samfélögin eiginlega stoppuðu, þá stór björn unnin. Ef ég tek undir það að því meiri fræðsla, því betra. Það kannski, ég veit ekki, ég ekki kennar en það stendur í tillögunni að þessi hópur eigi að vera saman settur af fagmönnum af umhverfis- og skipulagssviði og sem sagt menntasviði Reykjavíkurborgar. Það væri hægt að fara með þessa tillögu enn lengra og fel ég formanni skóla- og frístundaráðs það að fá aðila utan úr samfélaginu inn í þessa vinnu. Þessi tillaga algjör snilld að fá þá aðila utan úr samfélaginu þannig að sé kannski ekki akkurat bara bundið hér í Reykjavík. Því þar hjá ríkinu eru gríðarlega sterkir sérfræðingar í loftslagsmálum sem gætu komið input inn í þessa vinnu líka. En til hamingju með þessa tillögu og til hamingju með daginn, það var gaman að fá að vera hér og hlusta á ykkur og gangi ykkur vel með þessar tillögur og vonandi fá þar allar góðan framgang inn í ráðunum og þá sérstaklega líka þessi tillaga. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggur tillaga að vísa
tillögu til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þeir sem samþykkja gefa merki. Það er þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum þá til næsta máls á dagskrá sem er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og ungmenni og eða Bára Katrín Jóhannsdóttir sem flytur tillöguna. Borgarstjóri, virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir gestir sem heima sitja. Það er staðreynd að staða jafnréttis í heiminum hefur stór batnað. Ísland er í fyrsta sæti hvað varðar kynjajafnrétti heims og réttindi minnihluta hópa hafa aukist, svo sem innflytjenda og til dæmis LGBT+ samfélaginu. Allt er þetta frábært og allt er þetta stórkostlegt. En við eigum enn langt í land. Flestir nemendur læra ekki hvað felst í því að stuðla að jafnrétti. Við lærum ekki einu sinni hvað jafnrétti er. Við eigum bara að fatta það. Við lærum ekki að jafnrétti er svo miklu meira og stærra en bara jafnrétti kynjana. Jafnrétti er að taka besta vini sínum eins og hann er. Að hlusta mál annara í staðis að telja þinn flutningur sem mikilvægari og grípa fram í. Vitneskjan hvar mörkin á milli jafnréttis og misréttis liggja er ekki meðfædd. Þessi þekking er lærð. Hægt og rólega, með samskiptum og félagslegri þáttöku okkar í samfélaginu, áttum við okkar að því hvernig skal gæta jafnréttis. Eða hvað? 1. janúar 2019 voru 50.272 innflytjendur á Íslandi eða 14,1% íbúa landsins. Þessi tala mun einungis hækka og það er frábært. En í skólakerfinu er ekki verið að veita þessu nógu mikla athygli. Það að 1 af hverjum 10 eru Pólverjar en við lærum lítið sem ekkert pólska menningu né hluta tungumálsins. Það er hreint út sagt fáránlegt. Þegar börn sem hafa áður þurft að flýja heimaland sitt koma í algjörlega nýjan skóla þá taka við krakkar sem hafa kannski enga hugmynd hvað þetta barn hefur gengið í gegnum og kunni ekki að tækla aðstæðurnar. Með fræðslu alla þætti jafnréttis væri borgin og landið allt betur í stakk búið til þess að mæta ójafnrétti og vinna með það svo að allir megi búa við jafnrétti. Í hugmyndavinnu ungmennaráðsins kom upp tillögur að lausnum á þessu vandamáli. Hægt væri að fara í svipaða átt og samtökin 78 hafa farið þar sem skólar hafa valkostinn að fá inn fræðslu í eitt skipti. Hins vegar væri ákjósanlegast ef skólar væru skyldugir til þess að hafa jafnréttisfræðslu einu sinni skólaári. Til dæmis væri hægt að mynda teymi sem myndi fara í skóla og fræða ungmennin jafnrétti. Fræðslan væri við hæfi hvers aldurshóps fyrir sig og fræðslan ætti ekki vera aðeins eitt skipti þar sem öllu kramið í 1 klukkustund heldur mikið fleiri skipti til þess að vekja til umhugsunar og skapa umræður. Kennslustundum myndi fjölga farið í næsta bekk fyrir ofan, 7. bekkur myndi fá samtals 4 kennslustundir, 8. bekkur myndi fá 5 kennslustundir, 9. bekkur myndi fá 6 og 10. bekkur myndi fá 7 kennslustundir. Útfærslan mætti vera með margs konar hætti og það mætti taka heilan skóladag í fræðsluna eða dreifin yfir eina viku. Það sem máli skiptir að veita jafnréttisfræðslunni mikilvægi. Ungmennaráð Árbæjar og Holta leggur því til að borgarstjórn feli skóla- og frístundaráði að sjá til þess að börn og ungmenni á aldrinum 12 til 16 ára fái þessa jafnréttisfræðslu og að slík fræðsla fari fram í öllum skólum frá og með hausti 2020. Oft var þörf en nú nauðsyn. Munum við einungis læra hvað jafnrétti þegar við upplifum ójafnrétti? Viljum við ekki öll standa saman og stuðla að aukinni jafnréttisvitund og fræðslu og þannig undirbúa ungmenni okkar undir það að vera dyggir og jafnréttisþengjandi samfélagsþegnar? Það undir ykkur komið. Annað ótengt þessari tillögu vil ég benda á því að á borgarstjórnarfundinum í fyrra fór ekki fram hjá okkur í Reykjavíkurráði að þó nokkrir borgarfulltrúar voru ekki að veita okkur þá athygli og virðingu sem við hefðum kannski átt að fá. Til dæmis voru ákveðnir einstaklingar inn á Facebook eða inn á Vísir, MBL eða jafnvel inn á ASOS að kaupa sér föt. Ég meina þetta ekki illa eða ekki neitt leiðilegt heldur þetta aðeins áminning og beiðinni til þess að þið hlustið og berið mikla virðing fyrir okkur og við byrjum fyrir ykkur. Takk fyrir.
Þá hefur Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs, lokið máli sínu og forseti þakka fyrir brýningar og ábendingar. En þá hefur óskað að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega þið unga fólk í ungmennaráði. Það alltaf gaman að fá okkur í heimsókn hérna og bara frábæra hugmyndir sem við erum með að tillögur. Ég ætla aðeins að fjalla hérna tillöguna sem að Bára Katrín leggur fram og ég vil nú byrja á því að þakka hana fyrir þessa góðu brýningu að við að sinna okkar störfum af kostgæfni og hafa huga með það sem við erum að fást við. Þannig að gott að heyra þetta. Ég tek undir með þér að við höfum ekki að vera viðanvöll á Facebook eða annars þar, heldur með aðteglina það sem hún að vera. Mér finnst líka gaman að sjá hversu eðlilegt fyrir ykkur unga fólkið að koma fram og tjá ykkur. Mér finnst það alveg frábært hversu auðvelt þetta miklu erfiðara fyrir okkur gamla fólkið, en svona í anda jafnréttismála þá kannski má nú ekki gera mikinn mismun á okkur eldri borgurum og yngri borgurum. Þannig að það skiptir þetta máli og Reykjavíkurborg, ég ætla að halda því fram að Reykjavíkurborg stendur mjög framarlega í þessu málaflokki og það ágætt að koma fram og við vorum áðan með ágætis dæmi frá Aldísi Lóu Benediktsdóttur þar sem hún nefndi einmitt samanburð við önnur sveitarfélög. Hún nefndi það hvernig Kópavogur hefur stigið ákveðin skref í því að opna ungmennahús og það akkúrat þetta sem við viljum vera. Reykjavíkurborg vill vera í fararbroddi og til fyrirmynda þegar það kemur að jafnréttismálum. Jafnréttismálin eru tekin mjög alvarlega og þau fara eins og ég segi út allt í allt borgarkerfið, út í öll horn, í allar áttir. Við erum að fást við jafnréttismál inn í fjölmenningarráði sem að Sabine Leskov, borgarfulltrúi, veitir fórstuðu. Við erum að fjalla það í skóla- og frístundaráði, við erum að fjalla það í velferðarráði, við erum að fjalla það í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði og við erum að fjalla það nánast í öllum sviðum borgarinnar. Við erum líka fjallum jafnréttismál þegar að kemur að úthlutun fjármagns. Þegar við erum að eyða peningum, við erum að ákveða í hvaða framkvæmdir og aðgerðir og annað við ætlum að fara, og þá leggjum við svo kallað jafnréttismat á þær hugmyndir. Við sjá hvernig þær hugmyndir og þau fjárútlát hitta fólk með mismunandi hætti. Þannig að allt kerfið, allt borgarkerfið ég ætla að nota orðið gegnsýrt sem betur fer af því að það er svo mikilvægt eins og ungmennaráðsfulltrúi hún Karin Guttesen nefndi að þetta á ekki að vera þannig að við fáum jafnréttis vangaveltur, umræðu og hugmyndir utan að það kemur okkur heldur fyrirlestur fyrir okkur í borgarkerfinu og svo bara farin. Þetta þarf að vera eðlilegur þáttur í öllu því sem við erum að fást við. Og það er það sem er svo áhugavert við þessa tillögu að þetta á að fara inn í skólakerfið, þetta á að vera eðlilegur hlutur eins og tillöguflýtandi nefndi, þetta á að vera eðlilegur hlutur af kennslunni og takk fyrir það hversu vel þessi tillaga útfærð að þú ert búin að negla þetta allt niður í nánast kennslustundir og mínútur. Þannig að það er frábært að sjá hvað þetta vel útfærðar hugmyndir. Bara fagna því, við ætlum að gera miklu meira því að fá svona vel útfærðar og úthugsaðar tillögur inn í borgarstjórn. Þannig að ég fagna þessari tillögu, mér finnst hún alveg meira háttar. Ég sé hana verða í aðgagni og við geta nýtt okkur hana á öllum sviðum borgarinnar, þá er að tala fagsviðum. Við erum líka að taka þessi mál þegar við erum að fjalla innkaup í borginni, hvernig það hittir borgarbúa af mismunandi fjölbreytni, hvort sem það eru ungir eða aldnir eða konur eða menn eða erlendir eða innlendir aðilar, íslensk mælandi eða talandi og erlenda tungu, hvernig það hittir fólk, öll okkar innkaup og öll okkar ráðstafanir, framkvæmdir og annað. Við erum alltaf meðvituð þetta. Og þetta þarf að vera jafn eðlilegur hlutur hjá ykkur í skólakerfinu, hjá unga fólkinu. Þannig að ég fagna þessari tillögu og finnst hún alveg frábært. Hún ætti erindin í skóla- og frístundaráð, hún ætti erindin í velferðarráð, hún ætti erindin í mannréttinda- og nýsköpunar- og lýðræðisráð, hún ætti erindin í fjölmenningarráð og ég ætla svo sem ekki gera minni tillögu hvert þessari
tillögu verið vísað, en mér finnst þetta bara alveg frábært. Ég styð þetta í rauninni alveg sama hvað þetta lendir á mínu borði, þá ætla ég að taka þetta mál áfram og styð ykkur í því. Þannig að ég bara þakka ykkur kærlega fyrir hversu frábærlega þið hafið unnið þessa tillögu og hugsa hana alveg til enda. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokamális og hefur Katrín Guttormsson fulltrúi í ungmennaráði óska eftir að veita ansvar. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar að snerta á það mál sem Örn sagði að það jafnrétti á að vera eðlilegt mál bara í öllu samfélaginu, en til þess að svo verði þurfum við að fræða alla það. Og til þess að byrja á, við erum kynslóð framtíðarinnar og við byrjum á að fræða okkur, þá held ég að við séum að góðri leið með jafnrétti bara yfir höfuð í samfélaginu. Takk fyrir. Og mér langar að benda á að Bára situr þarna. Þá hefur Karin Guttormsson fulltrúi í ungmennaráði lokið við að veita ansvar og næst á mælendaskrá Alexandra Bríð. Forseti, borgarstjórn, kæru fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa góðu tillögu sem varðar málefni sem ég held og ég vona að sé okkur öllum kært, sem jafnrétti. En hvers vegna skiptir jafnrétti máli? Jafnrétti snýst það að við höfum öll sömu tækifærin í lífinu til að blómstra og til að taka þátt. Það ekkert lýðræði án jafnréttis. Yfirskrift meirihluta Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna einmitt: við eigum öll að geta fundið okkur stað í tilverunni í Reykjavík. Og þar segir einnig að við viljum efla jafnréttisskólann og auka kynjafræði og kynfræðslu fyrir ungt fólk. Í fyrsta lið jafnréttisstefnu Pírata í Reykjavík segir: jafnrétti skal vera skilyrðislaust. En þó að orð séu til alls fyrst, þá duga þau ekki ein og sér. Við þurfum raunverulegar aðgerðir til breytinga. Það það sem þessi tillaga fjallar um. Mjög bara nákvæmt útfærð og bara ansi góð tillaga. Það ekki allir sammála hvað felst í orðinu jafnrétti. Það nóg að hið opinbera taki ekki viljandi ákvarðanir byggt á þjóðerni, menningu, trúarlegum bakgrunni, kyni, kynvitund, kynhneigð, kynþætti, fötlun eða öðrum ómálefnalegum forsendum og ali ekki beinlínis sjálft á fordómum? Nei, það ekki. Það kann að vera lágmarkskrafa, en í heimi þar sem jaðarsettir hópar hafa lengi við undirokaðir, þolendur fordóma og neikvæðra staðalmynda, þá það ekki nóg til að tryggja jafnan rétt til þátttöku í samfélaginu. Það þarf að jafna möguleika til þátttöku, það þarf að vinna markvisst gegn neikvæðum staðalmyndum og áratuga gömlum fordómum og það getur þurft að fara í sértækar aðgerðir til að tryggja það að öll upplifi að þau raunverulega sömu tækifæri. Það ekki nóg að hafa réttindi ef þú getur ekki nýttir þau og þar skiptir menningin máli. Í kjölfar breytinga á lögum og reglum verður að vera menningarleg breyting. Ef það hefur aldrei verið kona læknir fyrr, þá upplifir ung stúlka kannski ekki að hún eigi þess raunverulega kost að fara í læknisfræði og útskrifast, jafnvel þó ekkert í reglunum beinlínis banni það. Ef það hefur aldrei verið fatlaður þingmaður eða samkynhneigður forsætisráðherra eða borgarfulltrúi sem trans eða innflytjandi, þá kannski upplifir fatlað fólk, innflytjendur, samkynhneigt fólk eða transfólk ekki að það sé raunhæft að sækja eftir slíkum embættum, þó ekkert banni það kannski. Það þarf nefnilega meira en orð til að gera jafnrétti raunverulegt. Borgarstjórn hefur sýnt vilja sinn til þess með áþreifanlegum hætti. 28. nóvember síðastliðinn var samþykkt í Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði tillaga innleiðingu svokallaðrar regnbogavottunar á starfsstöðu Reykjavíkurborgar. Tilgangur hennar að koma í veg fyrir mismunun, bæði beina og óbeina í garð hinsegin fólks, að skapa starfsumhverfi sem hinsegin vænt og að tryggja að þjónusta sem borgin veitir sé hinsegin væn og stuðla að því að Reykjavíkurborg verði þekkt fyrir regnbogavottunina og verði álitinn hinsegin vænt vinnustaður. En ætlunin að útvíkka regnbogavottun svo hún ná einnig yfir grunnskóla með tilheyrandi hinseginfræðslu. En jafnréttisfræðsla tól. Hún verkfæri sem við getum notað til að draga úr mismunun, eyða fordómum og formótuðum hugmyndum og ég tel að það sé vel við hæfi og ég legg það til að þessari tillögu verði vísað til Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs sem líka jafnréttisráð Reykjavíkurborgar og það verði tekið fyrir á sameiginlegum fundi þess og skóla- og frístundaráðs sem verður haldinn í haust. Ég held að það sé réttasti vettvangurinn fyrir þessa umræðu. Ég hlakka þá til að
taka á móti flytjanda þessara tillögu þar í haust, verði sú málsmeðferð samþykkt. Þakka ykkur fyrir. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessu máli. Þá hægt að ganga til þess að afgreiða málið og óskar forseti eftir allir fulltrúar, jafnkjörnu fulltrúar sem er fulltrúar með í salnum. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Það aukar sér það stiga vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og endingu er tekin fyrir tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness sjálfsvarnarkennslu í grunnskólum fyrir nemendur á unglingastigi. Til máls tekur Regína Bergmann Guðmundsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Kjalarness. Kæri borgarstjóri, forseti borgarstjórar, meðlimir borgarstjórn, hér í salnum og þeir sem heima sitjið og aðrir gestir. Ég heiti Regína Bergmann og kem frá ungmennaráði Kjalarness. Við í ungmennaráðinu leggjum til að grunntækni sjálfsvörn verði aðgengileg öllum nemendum á unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur. Helsta ástæða þess að við leggjum til að kennsla í sjálfsvörn verði hluti af námi í grunnskólum borgarinnar er sú að okkur stendur uggur af auknu ofbeldi meðal ungmenna landsins. Okkur finnst ofbeldi meðal unglinga hafa aukist mikið undanfarin misseri og eins og sé orðið meira áberandi heldur en áður. Eins og sé orðið í tísku að slást og ráðast aðra, taka þau upp á myndband, dreifa því samfélagsmiðlana og monta sig af verknaðinum. Það er akkurat þetta sem hræðir okkur mest. Þessi hugsunarháttur að slagsmál séu samþykkt í samfélagi ungmenna og þessi þegjandi samkomulag að dreifa efninu en ekki segja frá. Við teljum jafnframt að unglingar verði meira vör við þessa aukningu heldur en eldri kynslóðir, því að við notum samfélagsmiðlana mun meira heldur en þið. Ungmennaráð Hafnarfjarðar voru með sömu áhyggjur og lagði svipað tillögu fyrir það bil 3 árum. Núna 3 árum seinna finnst okkur staðan hafa lítið breyst og einhvað þá finnst okkur hún hafa frekar versnað. Við þurfum ekki annað en líta á síðustu fréttir síðustu vikna. Gróf líkamsárás átti sér stað í Kópavogi í febrúar síðastliðinn þegar hópur unglingapilta veittist af 14 ára dreng við biðstöð Strætó. Árásin var tekin upp og dreifð á samfélagsmiðlana. Í apríl átti sér stað alvarleg hnífstunguárás í Breiðholti þar sem báðir aðilar sem áttu hlut voru undir 18 ára aldri. Annað atvik átti sér stað í apríl þegar 14 ára drengur varð fyrir alvarleg árás í Kópavogi þegar unglingsstúlka veitti honum áverka með hníf. Þetta er örugglega ekki tæmandi listi. Hvar endar þetta? Við erum flest sammála hérna inni að kunnátta í skyndihjálp sé ómissandi, en þar lærum við að koma öðrum til hjálpar. Okkur finnst sjálfsvörnarnámskeið eigi að vera jafn ómissandi en í staðinn fyrir að læra að hjálpa öðrum þá lærum við að bjarga okkur sjálfum. Við teljum heppilega sé að kenna sjálfsvörnarnámskeið með svipuðu fyrirkomulagi og skyndihjálpsnámskeiðin, þar sem bóklegu og verklegu námi blanda saman. Við teljum mikilvægt að samhliða verklegu kennslu fari fram almenn fræðsla alvarlegar afleiðingar ofbeldis, bæði líkamlegar og andlegar. Ýmis einkafyrirtæki hafa boðið upp á sjálfsvörnarnámskeið eins og til dæmis Mjölnir. Gallinn er að þau eru kostnaðarsöm, oft á tíðum eingöngu ætluðu konum og oftast kennd seinni part dags á þeim tímum þegar mörg ungmenni eru í öðrum tómstundum. Við teljum ekki rétt að fjárhagur, kyn og tími aftri ungmenni frá því að læra sjálfsvörn. Og því viljum við fá kennsluna inn í skólana. Þar sem allir hafa jafnan aðgang að kennslunni. Það sem okkur finnst hins vegar frábært í kennslunni og áðurnefndum aðilum er að þeir leggja mikla áherslu að kenna nemendum sínum að greina hættuna og finna leiðir til þess að forðast ofbeldi. Okkur finnst það mikilvægt að það sé ekki bara verið einblína sjálfsvörnina sem slíka, því við viljum alls ekki vera að hvetja unglinga til þess að byrja slagsmál, heldur þvert á móti kenna unglingum að losa sig úr mögulegum aðstæðum. Annað það sem þessir aðilar leggja áherslu á er að kenna nemendum sínum hvernig hægt að vinna upp kjark og efla sjálfstraust þeirra. Ég persónulega veit hvað er gríðarlega mikilvægt að kunna grunntækni sjálfsvörnar því að æfi sjálfsvörnar íþróttum og taekwondo með afturheldingu. Ég er búin að æfa íþróttina í 7 ár og stefna á að fara svartbeltspróf í lok ársins.
Eftir ég byrjaði að æfa íþróttina fann ég fyrir mjög miklu öryggi og bara almennt núna alltaf. En kunnátta í sjálfsvörn mun gagnast öllum unglingum allt þeirra líf. Allir geta þurft að nota sjálfsvörn einhvern tímann á lífstíðinni. Við í Ungmennaráði Kjalarness leggjum til að grunntækni sjálfsvörnar verði kennd á unglingastigi í öllum skólum Reykjavíkurborgar ekki seinna en haustönn 2021. Takk fyrir mig. Fulltrúin Regína Bergmann Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað að taka til máls Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Reykjavíkurráð ungmenna, borgarstjóri, forseti, ágætu borgarfulltrúar og borgarbúar. Ég vil byrja að þakka ykkur í ungmennaráðinu kærlega fyrir flottar og ekki síst áhugaverða tillögur sem fá okkur öll til að huga enn frekar að þeim málum sem varðar ungmenni og sem ungmenni láta sig varða í borginu okkar. Ég það mjög mikilvægt að við hlustum alltaf á börnin og ungmenni. Ég vil þakka Regínu Bergmann Guðmundsdóttir, fulltrúa Ungmennaráðs Kjalarness, sérstaklega fyrir að leggja þessa tillögu fram sjálfsvarnarkennslu í grunnskólum fyrir nemendur og unglingastigi borgarinnar. Ég get tekið undir áhyggjur okkar af ofbeldi á meðal ungmenna og ekki síst þeirri birtingarmynd sem þið bendið á í því samhengi að ofbeldisverkum sé deilt á samfélagsmiðlum. Þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að vernda börn og ungmenni og við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir hvers kyns ofbeldi gagnvart börnum og ungmennum, hvort sem það er líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt. Við höfum unnið markvisst af ýmiss konar forvarnastarfi þegar kemur á ofbeldi. Meðal annars með verkefninu opinskátt ofbeldi þar sem við þjálfum starfsfólk í að ræða opinskátt ofbeldi í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi í borginni. Með það markmiði að börn og ungmenni þori að segja frá ofbeldi sem þau verða fyrir eða verða vitni af. Ekki síst til að þau ákveði fyrir sig sjálf að taka alltaf afstöðu gegn ofbeldi. Þá hefur einnig verið að innleiða hugmyndafræði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna inn í skóla- og frístundastarf þar sem við ræðum réttindi barna og þjálfum barna og ungmenna til að þekkja sinn rétt, en öll börn eiga rétt til lífs án ofbeldis. Mér finnst heillavænlegast að við æfum okkur í samtalinu. Treystir einhverjum fullorðum, hvort sem það eru foreldrar, forsjáaðilar, starfsfólk félagsmiðstöð í skólum, fyrir því sem er að sjá okkur eða fyrir frásögn á ofbeldi sem við orðið vitni af. Tekið þátt í eða orðið fyrir. Æfum okkur í að tala opinskátt ofbeldi, upprætum það og segjum alltaf frá. Ég tel tillögu ykkar þarfnast nánari skoðunar í samhengi við það ofbeldisvarnarstarf sem við erum nú þegar að vinna að hjá borginni og vil því gjarnan vísa þessari tillögu til ofbeldisvarnarnefndar til meðferðar. Og þar mun vera skoða máli frekar. En enn og aftur þakka ykkur kærlega fyrir mikilvægt framlag til lýðræðis í borginni og gangi ykkur vel. Borgarfulltrúi Sigríður Arndís Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega aftur þið í ungmennaráði, en flott frábær tillaga frá ykkur, áhugaverð og sérstaklega í þessu ljósi sem tillöguflytjandi Regína Bergmann gaf okkur með yfirferð yfir fréttir nýliðina vikna á mánuði þar sem að ofbeldi og ofbeldishegðun fer því miður vaxandi og við erum að sjá allt of mörg dæmi það og þessi dæmi eru eins og réttilega sagt að berast okkur ekki fyrir sjónir okkur fullorðna fólkinu eldri því þetta gerist oft á tíðum inn á samfélagsmiðlum sem við erum ekki inn á og vonandi heldur ekki inn á borgarstjórnarfundum. En allavega þá er gott að fá þessa brýningu frá ykkur að það þurfa að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Og við mögum ekki glemma því að á sama tíma á þessi ofbeldi og ofbeldishegðun fer vaxandi, þá fer óþol samfélagsins gagnvart ofbeldishegðun líka vaxandi.
Við bara þolum ekki og viljum aldrei láta ofbeldi komast upp eða vaxa. Við sjáum það í alls konar átökum sem við erum að fara í stað með, til dæmis að sjá borginni gagnvart heimilisofbeldi, gagnvart ofbeldi við gagnvart börnum. Við sjáum það í MeToo-byltingunni og annað, það ofbeldi birtist á mörgum stöðum og við ætlum hvergi að þola það. Við þurfum að bregðast við þessum einhverjum hætti, við þurfum að fjölga leiðum til þess að takast á við þetta eða úrræðum til þess að ráða við þetta vandamál og sjálfsvörn ein ágætis leið til þess og en betra samt eins og borgarfulltrúi Sigríður Arndís Jónsdóttir nefndi að þá skipta samskipti og samskiptahæfni máli einmitt í því að forðast þær aðstæður þar sem að gripið til ofbeldis, að kenna fólki, ungmennum, börnum, miðaldra og gömlum köllum að bregðast við aðstæðum og geta lesið þær og leitt þær hjá sér. Því það alltaf betra að komast hjá ofbeldi, en ef það ekki hægt, að þá getur auðvitað skipt máli að grípa til sjálfsvarnar og þá sjálfsvarnarlist mikilvægur þáttur í þessu. En við mögum heldur ekki glemma því að sjálfsvarnarlistin ekki bara tæki til þess að verja sig gagnvart ofbeldi. Sjálfsvarnarlistin líka mjög áhugaverð íþrótt og fín líkamsrækt og tómstund. Þannig að það hægt að horfa á þessa hugmynd í miklu víðara samhengi heldur en nákvæmlega þarna. Þannig að það væri gott að fá þessa tillögu til umfjöllunar eða skoðunar og allavega hafa hana bak við eyrað í íþrótta- og tómstundaráði eða eins og það hét, íþróttaráði og sömuleiðis í skólaráði, því að þetta skiptir máli að við séum meðvituð að þetta sé leið út úr erfiðum aðstæðum og þetta á að vera eðlilegur þáttur í uppvexti og skólastarfi og íþróttastarfi og annað, þannig að það er ástæða til þess að taka vel í þessa tillögu. Og það var ágætt líka einhver ungmennaráðsfulltrúi nefndi það og nú ég náttúrulega það gamall að ég ruglast á ykkur því að þannig að ég man ekki nákvæmlega hver að var en þetta snýst það að það ekki bara nóg að tala. Einhver nefndi það að það hefði verið talað um þetta í einhverjum öðrum sveitarfélögum. Nú þurfum við að gera gott betur í borginni, við þurfum ekki bara að tala um þetta, við þurfum líka að gera. Þannig að framkvæma það sem við viljum gera. Fyrsta skrefið er að taka málið til skoðunar í ofbeldisvarnarnefnd sem að skiptir heilmiklu máli í þessu sambandi og fjallar ofbeldisvarnir, kannski frekar í þröngu í þröngum skilningi en við getum auðvitað víkka það síðan út þegar málið er búið að fá afgreiðslu þar. Og ég hlakka til að fá málið aftur inn í önnur ráð og nefndir því að þetta á auðvitað að vera eins og jafnréttismálin svona alltumlíkjandi. Það er þetta viðbrögð og óþol gagnvart ofbeldi af hvaða tagi sem er. En ég vil bara þakka kærlega Regínu Bergmann, tillöguflytjanda fyrir frábæra tillögu og ykkur ungmennaráðsfulltrúum fyrir frábæran fund. Ég hef alltaf haft gaman að þessum fundum, þetta eru stór fund í starfi borgarstjórnar, þannig að bara frábært og ég hlakka til að sjá okkur aftur að ári og jafnvel miklu fyrr. Sumir hverjir þetta að koma til okkar inn í fagsviðin og við hittumst aftur þá. En kæra þakki fyrir mig. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá ekki fleira mælskrá undir þessum lið. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa málum til meðferðar ofbeldisvarnarnefndar. Allir borgarfulltrúar í salnum. Þannig að forseti hyggst þá bera upp þessa tillögu, þau ykkar sem styðja þá málsmeðferð við sagskefið merki. Og það þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir dagskrá þessa fundar. Forseti þakkar kærlega öllum fulltrúum í ungmennaráði og öllum þeim borgarfulltrúum sem tóku þátt í fundinum og borgarstjóra sem öllum þeim sem hlýddu á fundinn bæði á pöllum og heima fyrir. Fundi slitið.